Já, velkomin að Rauðaborðinu og það byrjast velvirðingar á því að við getum ekki haft venjulega þátt í kvöld að tækjunum sem að við höfum í stúdíónu var stólið á aðfarnótt laugadagsins og okkur því ófært að hafa venjulegan þátt með Rauðaborðinu. Við fundum eina myndavél og eitthvað smá dót til þess að samt að halda út í þætti í kvöld og vonum að ykkur líki það. Við ætlum að sýna hér síðar í þættinum viðtöl sem okkur þykir merkileg og áhugaverð. Það að frétta að samstöðinni að eftir að fréttir bárust af þessu innbróti þá ringdi yfir okkur stuðningi og fólk lagði inn á reikning Alþýðufélagsins sem eigandi samstöðarinnar. Alþýðufélagið öfulega félagsskapur þeirra sem að greiða áskrift til samstöðarinnar og þar leiðandi samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda, lesenda, að það streymdi til okkar fjárgjafir til þess að við getum keypt nýjar græjur og það munum við gera og að öllum líkindum mun okkur takast að byggja upp raunverulega betra stúdíó heldur en að það var áður því að stúdíóið var náttúrulega bara þess merki að hafa verið byggt upp af vanefnum, svona stykki fyrir stykki í þau 3 ár sem að við höfum verið að byggja upp samstöðina. Og áfallið við innbrotið var tengt því, það var náttúrulega áfall þeirra sem höfðu tekið þátt í því að nurla saman til þess að auka útgáfuna hægt og bítandi. Það töpuðust þarna margir mánuðir, mörg ár af vinnu fólksins. En það sem að gerist líka var að fólk skráði sig sem áskrifundur að samstöðinni. Þannig að Alþýðufélagið var aldrei staðið sterkar og samstöðin raunverulega aldrei átt bjartari framtíð en akkurat núna. Og ef að þið viljið taka þátt í þessu þá hveti ég ykkur til þess að gerast áskrifundur að samstöðinni og ganga þar með í Alþýðufélagið og þar með eiga samstöðuna í félagi með öðrum félögum í Alþýðufélaginu með því að fara inn á samstöðun.is. Það hnappur sem heitir skráning. Það líka hægt að finna á samstöðunni reikningsnúmer ef að þið viljið leggja í púkið svo að við getum keypt nýjar kamerur og annað dót sem að þarf til þess að byggja upp gott stúdíó. Markmið okkar að mæta hér fljótlega þegar við eigum meira en eina myndavél með raunverulega öflugri dagskrá heldur við höfum haft og fleiri þætti og líka með dreifingu með fleiri rásum eða við höfum dreift aðalega á Facebook og YouTube og svo náttúrulega á síðun okkar samstöðun.is en við ráðgerum að senda samstöðuna líka út á útvarpsbylgjum mjög fljótlega. Þetta eru við að vinna á sama tíma og við erum svona að átta okkur á stöðinni. En hugmyndin var svo að það sem að við getum ekki tekið upp ný viðtöl var að sýna allavega í kvöld og kannski næstu kvöld að þróa hægt og bítandi hér einhverja dagskrá en að sýna í kvöld og kannski næstu kvöld viðtöl sem að við teljum að hitti í atburði dagsins í dag. Og í kvöld að þá munum við vera með 4 viðtöl. Hérna aftast birtum við viðtal við Ragnar Þór Ingólfsson sem var tekið það leyti þegar hann var að lýsa því yfir að hann ætlaði að efna til mótmæla sem að verða núna á laugardaginn og Austurvelli klukkan 2 og við hvetjum alla til þess að mæta þangað. Það vera mótmæla aðgerðarleysi stjórnvalda gagnvart efnahagsástandinu, vaxandi verðbólgu og lífskjara kreppunni sem að grefur undan lífskjörum fólks, einkum þeirra sem að eru með lágar tekjur og þeirra sem að skulda mikið. Í viðtalinu það svarar Ragnar því raunverulega hvers vegna hann vill mótmæla, hvernig hann vill mótmæla, hvers vegna hann sem leiðtogi í stærsta verkalýðsfélagi landsins telur að það sé meira gagna því að fólk sé á götum úti heldur en að hann inn í samningsherbergjunum og við förum bara gaumgæfilega yfir stöðuna. Hvet ykkur til þess að fylgjast með því og hlusta á viðtali við Ragnar. Áður en að við spilum viðtali við Ragnar þá spilum við síðasta viðtali sem ég átti við Ásgeir Brynjar Torfason stöðu efnahagsmála. Þar kemur líka fram vel hver staðan raunverulega og sérstaklega kannski að Ásgeir leggur áherslu á það að það eins og stjórnvöld átti sig ekki á alvarleika stöðunar og hann fer
mjög gaumgæfilega yfir það. Hvers vegna svo efnaðslega staða sem að við stöndum frammi fyrir núna graf alvarleg og hvers vegna við ættum að bregðast við. Áður en að kemur að Ásgeiri að þá spila ég viðtal við Kristínu Hebu Guðjónsdóttur sem framkvæmdastjóri Vörðu sem rannsóknarsetur BSRB og ASÍ. Þau birtu í síðustu viku árlega rannsókn sína á kjörum launafólks og þar kom fram að kjörin hafa snöggversnað. Það kemur mjög glögglega fram í þeim niðurstöðum hvaða afleiðingar verðbólgan hefur og þó kannski sérstaklega viðbragðaleysi stjórnvalda gagnvart verðbólgunni. Að þegar stjórnvöld bregðast ekki við þá grefst mjög hratt undan þeim sem að standa verst. Það láglaunafólk, lágtekjufólk, getur við gert ráð fyrir líka. Það eru leigjendur, það eru innflytjendur sem eru með veika stöð og húsnæðismarkaði og vinnumarkaði. Og það eru aðrir og einstæðir foreldrar sérstaklega sem að dregur bæði fram hversu hratt verðbólgan grefur undan kaupmættinum en það dregur líka fram að þegar það gerist hvað verndarkerfin okkar sem ætti að grípa barnafjölskyldur, grípa leigjendur, hvað þau eru orðin veik og hvað ástandið veikt. En áður en að við heyrum í Kristínu Hebu að þá ætla ég að spila viðtal við Vilhjálm Hilmarsson sem hagfræðingur BHM. Hann hefur verið manna duglegastu til þess að draga það fram að hversu mikið góðari ríkir í fyrirtækjunum sem að mörg hver hlaða upp ofsagróða og greiða eigendur sínum háar fjárhæðir í arð. Miklu meira heldur en var fyrir COVID og það má eiginlega segja það að í mörgum geirum þá hafa fyrirtækin aldrei haft það betra en núna. Stundum þegar við heyrum verkalýðshreyfinguna tala þá er verið að tala almennt efnahagsástand í samfélaginu, svona almennt ástand en Vilhjálmur hefur manna duglegastur að draga fram raunverulega hver staða fyrirtækina því það ekki bara svo að launafólk eigi að stefna á því að fá launi sín verðbætt út af verðbólgunni, heldur að launafólk líka stefna því að fá hlutdeild sína í aukinni framleiðni og auknum betri hag atvinnugreinanna eins og stórútgerðarinnar, álbræðslunar og þarfram til göttunum. Ég vona að þessi yfirferð með því að raða þessu saman, þessum 4 viðtalum sem að öll ná svolítið að fanga tíman og svolítið kalla á okkur að bregðast við alvarlegur í stöðu, hjálpa ykkur til þess að skilja samtíman. Og vonandi tekst okkur sem fyrst að koma hingað með nýtt efni og ný viðtöl sem að ná betur að greina stöðuna akkurat í dag. En ég held að þessi pakki í kvöld, ég allavega glaður með að geta boðið ykkur upp á hann miðað við aðstæður. Njótið vel. Já, það komið að því að ræða efnahaginn. Við lifum á verðbólgutímum sem að verðbólgan étur kaupmáttinn og fer verst með þá sem eru tekjulágir. Vextirnir fara illa með þá sem eru skuldugir. Í þessu ástandi kemur fram að veikleikarnir í velferðarkerfinu okkar sem að grípa síður þá sem að velferðarkerfið ætlað að grípa eins og fólk með mikla framfærslubyrði, ungar fjölskyldur með börn, þá sem að skulda mikið og þurfa að borga háa vexti og þar fram eftir göttunum. En síðan önnur hlið á þessu að meðan að þetta kannski raunveruleikinn sem að horfir við almenningi og þá einkum þeim tekjulágu og þeim sem að skulda mikið að þá standa fyrirtæki sér bara nokk vel. Sá sem að hefur best verið að fjalla þetta tvennt í sömu hendingu hingað komið, Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM. Velkomin. Það sem að þú hefur gert sem að kannski maður ekki séð eins, ekki nógu mikið annars staðar, annars vegar þegar þú varst að benda á það sem að má kalla græðgisverðbólgu eða hagnaðardrifna verðbólgu og sem að því miður ekki mikið fjallað hérlendis en mjög víða fjallað hérlendis. Ásgeir Brynjar Torfason var daginn og hann benti á að ég held að veri grein í Financial Times sem var bent á að ætla mætti að alltaf 2/3 hlutar verðbólgunar mætti rekja til hagnaðardrifna verðbólgu. Og verðbólgan knúin áfram að sókn fyrirtækin í
aukinn arð og aukna arðsemi sem að leiði til þess að fyrirtækin á þessu tíma sem að myndi ætla að væri voveili tímar og þar sem fyrirtæki stæði illa eins og almenningur allur, að þá standa fyrirtæki bara sem furðulega vel. Já, sko, það alveg ótrúlegt að horfa til síðustu svona 3 ára, árið fyrir COVID og svo inn í COVID, hvað í rauninni hagur fyrirtæki að meðaltali á almennumarkaði hefur verið að vænkast. Bæði í gegnum svona óvæntaþætti eins og stríðið. Við sáum sjávarútveginn auka verulega við hagnað sinn, áliðnaðinn og svo framvegis. Óvæntaþætti líka eins og COVID þegar landamæri lokast og verslun og annað tekur gríðarlegan hagvöxt inn. Og þetta allt í gegnum þennan mikla hagvöxt bæði í auðlindagreinunum og í þessum greinum sem komu vel út úr COVID, þá gerðist það að hlutur launafólks á einkamarkaði hefur verið af verðmætasköpuninni hefur verið að minnka alveg samfellt frá 2018 6%. Þannig að fyrirtækin hafa verið að auka hagnað sinn umfram verðbólguna og umfram það sem við höfum áður séð, og þetta er ekki bara að gerast á Íslandi, þetta er að gerast í öllum löndum. Og mér finnst áhugavert þú nefnir varðandi Financial Times. Ég held að það sé nú bara í fyrsta skipti marga áratugi sem OECD núna er að fjalla þátt fyrirtækina í verðlagningunni í samhengi við þessi verkalýðsmál. Mér finnst bara almennt verkalýðshreyfingin ekki tala þátt fyrirtækina, sko. En þegar þú tala að það hefði minnkað hlutur launafólks 6%. Er það þá þannig að sneiðin sem að launafólk fær, að því að þarna erum við að tala að skipta kökunni, að sneiðin sem að launafólk fær er hlutfallslega minni 6%, eða heildinni, eða hefur sko sneiði minnkað 6%, eða fær launafólk 6% minna af 100%. Það er lækkað það var lækkað 6, sko, hvort það var komin í 40 og eitthvað, við skulum bara skoða, nú verð ég að því að sumiliti þá er lítið fjallað þetta, sumiliti er maður alveg upp við þetta, hérna umræðum það, við erum að skipta kökunni og þá kom náttúrulega kenningin það, við ættum ekki að hugsa það, hvert var í hlutfalli, heldur við ættum bara að stækka kökuna, en kannski þegar hlutfallsleg sneið launafólksins er að minnka, þá ætti náttúrulega launahreyfingin að hafa augun á því að hún minnki ekki, því að öðru kosti að þá eru fyrirtækjaeigendur og fjármagnseigendur sem eru að taka allan ávinningin af aukinni framleiðni í samfélaginu. Já, það er þannig, ég sé það núna hérna á tölunum bara á einkamarkaði, sko árið 2018 þá er launafólk á almennamarkaðnum að taka 59% verðmætasköpuninni. Það er komið í 53% núna, þannig að þetta er 6%. Það munar tölur miklu, sko. Og það hefur verið að aukast mjög mikið bara á milli 20 og 22, og það sem er svo áhugavert að því ég var að fjalla daginn spá okkar hagnað fyrirtækja á árinu 22, þar sem við spáðum að fyrirtæki myndi auka hagnað umfram verðbólgu, og það gerðist. Launahlutfall er að lækka á milli 21 og 22. Þegar það var gengið til samninga núna í haust og það var þegar starfsgreinssambandið og síðan verslunar og iðnaðarmenn áður en að BHM settist að samningsborðinu, að þá var lagt fram svona að við erum að gera skammtímasamninga út af verðbólgunni og markmiðið var það að bæta launafólki verðbólguna og kjaraskerðingu sem að verðbólgan hafi valdið. En þegar þú ert að stilla þessu svona upp þá hafi gleymst að taka með bættan hag fyrirtækjanna og með því að sætta sig bara við verðbætunar, þá er verkalýðshreyfingin raunverulega að sætta sig við það að fyrirtækja og fjármagnseigendur taki til sér stærri sneið. Já, sko, það er mikið talað framleiðni og laun og samhengi þess og áhrif þess á svokallega svigrúm til launahækkana. Framleiðni hefur verið að hækka langt umfram laun á almenna markanum síðustu ár, alveg frá 2018. Þannig það er búið að myndast þetta umfram svigrúm sem bara endurspeglast í þessari lækkun launahlutfallsins, þá bara hækkun og sneið fyrirtækina. En við höfum ekki getað sótt þetta tilbaka, kannski af tvennum ástæðum, miklu leyti. Þessi sko
þessi bætti hafa fyrirtækjana, þetta að miklu leyti misskipt. Þetta eru útflutningsatvinnugreinarnar, þetta byggingarstarfsemin, þetta verslunin sem hefur verið að auka ákomi sína langt umfram það sem við áður séð og við höfum ekki getað sótt til dæmis kjarabætur til verslunarinnar. Ekki sérstaklega. Ekki sérstaklega. Það þú veist, á þessum fákeppnismörkuðum þá hafa atvinnugreinarnar bara getu til að því miður velta launahækkunum svo út í verðlag til þess að verja stöðu sína. Og auðvitað, út frá þeirra sjónum þá hugsa maður sko í rauninni auðvitað. Ef þú getur það þá gerur það en það hins vegar kemur niður á jöfnuði. En kom inn þann Finnbjörn Hermannsson sem að síðar var kjörinn forseti ASÍ. Hann var svolítið að tala um þetta. Hvort það væri hægt að finna einhverja leið þar sem að væri hægt að sækja hærri laun til þeirra greina sem að skila meiri arði. Eins og að verkalýðshreyfingin get ekki látið bjóða sér að vera alltaf að semja gagnvart þeim fyrirtækjum þeirrum geirum sem að hafa það verst. Og þar leiðandi þá ertu eiginlega að gefa alla framleiðniaukninguna til stórútgerðarinnar, til stóriðunar, til verslunarfyrirtækjana. Að það þyrfti eiginlega að finna leið til þess að brjóta þetta. Það væri ekki alltaf að vera að semja við lægsta meðaltalið. Já, þetta mjög áhugavert að skulle nefna þetta og þetta kemur að þessu fræga merki sem búið að ræða mjög lengi. Málið sko, hagkerfið það sveiflukent í sjálfu sér og ef við ætlum að fara að setja merki eftir afkomu útflutningsatvinnugreina þá sko Guð hjálpa okkur. Þess vegna hefur mér alltaf þótt þessi umræðu að setja merki á Íslandi sko hálf naív. Þess væri óskandi við gætum fundið eitthvað format sem að það bara stöðugur og sjálfbær kaupendaukning til framtíðar. Og fyrirtæki vera aðalega þess að því. Já, og við hvað ættum að miða. En varðandi lægsta samnefnara þá láglaunagreinar eru ferðaþjónustan. Og í svona venjulegu árferði þá hefur ferðaþjónustan verið að skila gríðarlega góðri ákomu og út frá því sjónarmiði hefur verið fullt svigrúm til umfram launahækkana. Og ég gef ekki mikið fyrir það þegar talað samkeppnisefni ferðaþjónustan að því leiti að við séum í mikilli samkeppni við svona lágframleiðandi lönd í Suður-Evrópu eða annað. Við erum á einokun á ákveðnu, það er kannski Noregur, á ákveðnu svona Mitsi á markanum. Já, sem að gefur af sér rosalega mikinn virðisauka og ætti að geta borga góð laun. En eins og með Finnbjörn segir, þetta áhugavert sko, en hvernig, ég veit ekki hvernig þetta búið til svona merki til sko. Þannig að það að stokka þessu upp. En ef að sneið launafólks hefur minnkað úr 59% í 53% til að leiðrétta það tilbaka, að þá þarf eiginlega sko alltaf 10% hækkun umfram verðbólgu. Eiginlega meira þess að eilítið rúmlega 10%. Já, en svo það sem við erum að sjá núna sko árið 23 og 24 að það er spáð miklu meira hagvexti á Íslandi heldur en í öðrum löndum. Við erum að koma úr svona bounce-back eftir COVID sem að dálítið kröftugri heldur en annars staðar. Það er búið að myndast mikil svona umfram að meðaltali geta til launahækkana. Bara árið 23 er spáð 3,8% hagvexti. Þú getur bætt því við það mynda bara svigrúm til þess að halda launahlutfallinu stöðugu en svo ætlur að sækja launahlutfallið sem við mist, þannig að já, þetta eru kannski 15% hækkun en það er náttúrulega mjög óraunhæft að ná því til að samræmist verðstöðuleika því miður sko. Þetta dregur fram hversu langt eða hversu mikið launafólk hefur gefið eftir. Já. Og sumilegt það vegna þess að í umræðinni, ef maður tekur bara svona almenna efnaðsumræðu í meginströms fjölmiðlum, þá tónnin annars verið að það sé mjög erfiðir tímar sem að þú heldur fram að sé bara eigi alls ekki við flestar atvinnugreinar. Og það líka við sem að glíma við verðbólgu og þá ríði á að launafólk gefi eftir. En þetta tvennt saman þannig að þú ert í báðum tilfellum að gefa raunverulega alla framleiðni aukninguna til fyrirtækina, eða eiganda fyrirtækina. Já, þeir hafa grætt meira á því heldur en aðrir undanfarið og þetta sko atvinnulífinu og stundum með hjálp stjórnvalda hefur tekist helviti vel að
tala að ábyrgð sé bara ábyrgðin sé bara launafólks. Ég saknaði þess rosalega að það sé talað að meiri svona balans verðmætasköpuna eins og við hjá BHM höfum verið að gera. Hlutdeild fyrirtækina og ábyrgð þeirra á verðlagi, og það bara tiltölulega nýlega sem ég sé að forsætisráðherra er byrjuð að tala að fyrirtækin stilli álagningu í hóf og séu dálítið með í baráttunni við verðbólguna. Það er ekki að sjá að þau hafi gert það að miklu leyti. Mér sýnist í mörgum atvinnugreinum að kostnaðarhækkunum hafa bara verið velt út í verðlagið. Og rúmlega það. Rúmlega það. Já. Og hagnaðardrifin verðbólga þýðir þar umverulega að það verið að hækka verð umfram hækkun á aðföngum og launum. Já, álagninga aukast. Já. Og það er raunveruleiki sem við búum við í dag. Horfur á til dæmis í síðustu viku þegar Hagstofan birtir mælinguna á verðbólgunni, horfur á það það var náttúrulega flugfélögin hækkuðu gríðlega mikið, matur er ennþá að hækka og voru ekki svona fyrirbrigðis og húsgögn og eitthvað sem voru að hækka sem maður er ekki alveg hægt að tengja við neitt sérstætt. Ekki gengið eða útsölun þessu búnar, löngu búnar og þetta er miklu hærra heldur en áður en útsölun það byrjuðu og munurinn er miklu meiri heldur en getur verið gengisbreytingar eða verðhækkanir erlendis, þannig að það er margt sem bendir til þess að þetta sé einmitt staðan á Íslandi að verð sé að hækka langt umfram tilefni. Já, það er margar vísbendingur það, en það, eins og við komin á áðan varandi hagvöxtinn, það er náttúrulega annað að gerast, að hagkerfið er að starfa við mikla þenslu, það er gríðarlega mikill hagvöxtur. Enn sem komið er staða heimila meðaltali góð, sparnaður eftir COVID og svo framvegis, þannig að þrátt fyrir þess að miklu verðhækkanir þá virðist eftirspurnin ekki vera að minnka og þetta hefur verið að búa til. En vegna þess að það leggst svo illa á neðsta þriðjungin sem eru tekjulegstur og innan hans eru þeir sem eru skuldugastir, kannski. Já, en bara síðustu 6 mánuði þá er verðbólga búin að vera að hraða á sér helming á Íslandi meðan hún hefur verið að dragast kannski saman hlutfallslega 80% í öðrum löndum. Það er hvergi innan OECD það sem að það er mikið hröðun í verðbólgunni síðustu 6 mánuði. Fyrirtækin eru ekki að hleypa þá hugsanlegum lækkunum í verði eða sem sagt stöðnun í verðbólgunni tilbaka. Það er ekki, sjáðu til dæmis bara á eldsneytismarkanum, þar sem að hlutur olíufélagana í seldum bensínlítra hefur að aukast gríðarlega undanfarið. Og er þetta ástæða fyrir að íslensk fyrirtæki komast upp með þetta? Er það þenslan í efnahagslífinu? Er það þannig að þegar er svona þensla og verðbólga að þá dofni allt verðskinn? Það eru bara færi, almenningur, neytendur og fyrirtækinu öll byrja að gera ráð fyrir því að verða muni bara hækka og það er lítið á hækkunna sem sjálfsagðan hlut og það skapast bara. Þetta er eiginlega sálfræðilegt mál frekar heldur en hagfræðilegt eða viðskiptafræðilegt. Algjörlega. Og við erum bara föst þar og ef þú festir þarna inni þá getur við erfitt að rata út. Og þetta er það sem að Seðlabankinn hefur réttilega að tala mikið er að verðbólguvæntingarnar eru stöðugt á uppleið og þá verður þetta sjálfnærandi vítahringur. Það sem að það hefur verið að velta ónauðsynlegum verðhækkunum út í verðlag og svo eins og ég áður komið ekkert inn á í þættihör, verðvitund almennings er líka á leiðin niður. Við þurfum að gera miklu betur í að rannsaka verðmyndun eftir mörkuðum. Og svo er það þessi mikli hagvöxtur sem að Seðlabankinn hefur sagt að sé ákveðið markmið bara að hemja. Og hvort sem að það takist ekki, ég er reyndar efins að það náist. En ef að þetta er ástæða verðbólgunar, hagnaðardrifin annars vegar, svo svona þenslu verðbólgu sem skapar rými fyrir að hækka verð umfram hækkun aðfanga og launa. Er endilega víst að vaxtahækkanir Seðlabankans séu rétt að tæki til þess að berja þessu? Er það ekki bara til þess að enn að auka á? Nú er allir að tala að það verður allavega 100 punkta hækkun eða ekki meira og með sömuleyti menn bara verið að gefa í, eftir því hver hagdeild bankar kemur á fætur öðrum og bætist alltaf við svona 25 punktar í spánnar og það sem að menn láta út úr sér í viðtalunum. Hvernig á vaxtahækkun Seðlabankans að ráða á svona verðbólgu?
með vaxtahækkunum er bara svona einfalt séð markmiðið að rýra ráðstöfunartekjur almennings í kaupmætti og auka ástæðu til sparnaðar, en það virðist vera að það sé ekki nóg, og í gegnum hennar mikla hagvöxt þá er ég bara mjög efins um að vaxtahækkanir séu að býta einhverju leyti. Það slæðir ekki á þensluna að segjum þessi í ferðaþjónustunni, ef að hún er í svona miklu búmi, að þá breytir það hjá þeim sem er að taka ákvarðanir. Ég meina, ef að búmið er nógu mikið, að þá bara telja sig geta unnið á vaxtahækkuninni jafnóðum, sko. Það var kannski 1%, 2%, 3%, 4% vaxtahækkun er kannski sára lítið ef að vöxturinn er 50%, sko. Já, það er spurningu, sko, hvenar og hvort þessar vaxtahækkanir fari að býta, og þó sérstaklega, sko, á húsnæðismarkaðin. Þetta er náttúrulega alveg magnað að sjá að húsnæðismarkaðin skuli halda áfram í þenslu núna, en það er líka vegna gríðarlegs innflutnings á vinnuafli og vegna fólksfjölgunar. Þannig að þenslan er á öllum jöðrum. Eftirspurnin eykst. Það er að koma fólkinu einhver stærndu þak. Framleiðslan minnkar. Það eru ábendingar það frá samtökum iðnaðarins. Húsnæði. Framleiðsla húsnæði, þeir gerðu að 1500 íbúðum sem að voru í byggingu eða í ráðagerðir í byggingu, að þá reiknu félagsmenn í samtökum atvinnulífsins að draga það niður í 500. Já, mér finnst þetta reyndar fremur ótrúlegt, af því að það eru alveg fyrir sér að byggingariðnaður verið mjög arbært í framtíðar, og þarna verið að spurja byggingaverktaka, þannig að maður velti fyrir sér hversu margstætt þetta er. En akkur ættu þeir ekki að segja bara eins og hlutinir eru að þeir séu að hægja á framkvæmdum? Ég held sem ég lókist að séu að hægja á framkvæmdum, en hvort að verði svona mikil samdráttur, líka ljósið hvað er mikil eftirspurnaþrýstingur, bæði vegna fólksfjölda og háastar, það finnst mér mjög ólíklegt. En bara til þess að svara þessu kannski einfalt varandi vaxtahækkanirnar, ég er ekkert viss að frekari vaxtahækkanir muni býta mikið. Ég á bara eftir að sjá það gerast, sko. Og ef að það væri að við ættum að fara með vextinu upp þangað til að byrja örugglega að býta og berja niður þensluna og verðbólguna, að þá erum við kannski að tala fara undir bókurundu bara 12 og 13% vexti eða eitthvað bara miklu herra. Það er alltaf ekki virkað þetta að hækka þetta 25 og 50 og 75 og 100 púnta. Nei, já, það er ákveðið markmið, gerir ráð fyrir að koma raunvöxtum yfir núllið, og þá við erum að tala kannski 11-12% vexti, sérstaklega þenslan heldur áfram, en þá ertu líka kannski farin að fá annars konar kostnað sem birtist þá sérstaklega hjá þeim sem eru í lægri tekjuhópum. Þetta alltaf að vega saman. Þú er að ganga frá eiginlega lífskjörum lægsta 50.000 og rúmlega það. Ganga frá, í slíkri verðbólgu og slíkum vöxtum. Já, ég hugsa stjórnvöld fyrir þá allavega að koma til hjálpar, sko. Þú segir að varandi raunvexti, jákvæður raunvexti. Nú maður heyrir þetta svolítið í umræðinni að það sé eðlilegt að stýrivexti séu jákvæðir með raunvextir. En það virðist ekki vera hjá neinum öðrum seðlabanka. Þeir eru allir með sína stýrivexti í bullandi neikvæðir raunvextir. Af hverju er þessi áhersla lögð á Íslandi að verja fjármagnum með þessum hætti? Þeir eru nú alltaf bara sagt að það sé óæskilegt ástand upp á peningastefnuna og fjárfestingastig í landinu ef að raunvextir eru í mínus. Og svo líka að það sé þessi meiri þensla á Íslandi, en mér finnst þau kannski ekki vikt að það þarf að skýra þetta eitthvað betur eins og þú segir, sko, að aðri seðlabankar sé ekki að hækka jafn skart. En þú sér hins vegar að þrátt fyrir þessa hækkun þá er þetta til dæmis ekki að býta á húsnæðisverðið. Af hverju virka ekki lögmáli peningastefnuna hérna? Það er bara áhugavert rannsóknir. Kannski virkar ekki peningamagskenningin. Veit ekki. Það eru menn sem hafa sett þetta rauða borðið aldrei í fram. En þú hefur verið að benda á þetta mikinn hagnað fyrirtækina og aukna hlutil þeirra í framleiðinni, og sömuleitt hefur Ragnar Þór Ingólfsson verið að benda á þetta. En að öðru leyti kannski ekki margir aðrir. Nei, ég saknaði þess kannski dálítið að verkalýðshreyfingin sé meira að tala á þessum nótum
bæði kannski fara inn í svona þjóðhagfræðileg samhengi og þetta en þetta bara staðan eins og inn í langtímasamninga að við erum með lægri hlutdeild launafólks í verðmætasköpuninni heldur við höfum áður séð. Það að myndast ójöfnuður milli launafólks og fjármagnseigenda. En svo bara spurningin, og hvað? Hvernig á að fanga þetta tilbaka? Segjum að það væri að verkalýðshreyfingin ákveður að ná þessum 6% aftur tilbaka og fengi það í gegn að laun eru hækkuð sem því nemi, sem er 10% pluss. Og ef að það er óbreytt ástand í sambandi við þensluna og verðbólguna og verðskinnið, er það ekki hægt við að fyrirtæki myndu bara hækka sína vöru og þjónustu þetta sama í kvelli og halda óbreyttu hlutalli? Alveg 100% og sérstaklega á fákeppnismörkuðum. En þá þarf líka kannski bara dálítið aðhald frá stjórnvöldum að það sé líka verið að gera meiri rannsóknir á þessari fákeppnisálagningu og þessari misskiptingu. Það sé meira aðhald, svona, við höfum talað að styrkja samkeppnisinnviðina. Sem er samkeppnisstofnun. Já, mestu launahækkanirnar á Íslandi, raunlaunahækkanirnar hafa oft komið bara í gegnum óvæntan hagvöxt eins og ferðaþjónustan kom allt í einu og það myndaðist alveg gríðarlegur hagvöxtur og aukning í útflutningi. Það er svona viðskiptakjarabati hefur iðulega staðið undir miklum raunlaunahækkunum en almennt hafa fyrirtækin alla jafna bara velt út í verðlag því miður og þau geta það sérstaklega á þeim mörkum það sem er fákeppni. Þess vegna skiptir svo miklu að þessi tala fyrir að verðvitund sé aukin á Íslandi og samkeppni sé styrt á sem flestum mörkum. Það virkar sem svolítið veikt þar sem stillir á móti. Við erum annars vegar með fyrirtækin sem að hafa raunverulega getu til þess að bara velta þess út í verðlag og sækja bara athugað bara hvar eru þannþólið á því hvað ég get ekki mikið hagnað út á þess að ískri öllu og svo nefnur við samkeppniseftirlitið sem að við vitum að er veikt og við kannski þekkjum það ekki hvernig það væri eins og það gæti verið af því að það er eiginlega bara sinna samruna tilkynningum og svo nefnir það að forsætisráðherra segja eitthvað þannig þykir að þessi ætti að bera ábyrgð og eitthvað fleira. Þetta virkar sem svolítið annars verður með bara eitthvað svona maskínu sem að sækja sér eitthvað gróða og hins vegar eru bara svo veikar aðgerðir Þetta er það. Og mér finnst líka bara vanta mig hjá stjórnvöldum að tala meira og beina skilabóðum til fyrirtækina að halda aftur af ónauðsynlegu verðhækkunum. Og þetta er ekkert til þess fallið að verkalýðshreyfingin komi samvinnu því inn í næsta samninga að það er alltaf að tala að ábyrgðin sé eingöngu þeirra. Það er alltaf bara óþolandi. Það verði að vera ábyrgð fyrirtækjana og stjórnvöld tilbúin að hóta því að bregðast við ef að fyrirtæki bregðast ekki rétt við. Já, verkalýðshreyfingin hugsanlega bara skilyrði líka kjarasamningana á ákveðnum einmitt greiningum. Það séu ákveðnir forsendubrestir. Það þarf bara að auka samstarfið og samtalið það milli launagreiðenda og verkalýðshreyfinga. Annað er síðan sem oft í umræðinu það er mikill vaxtamunur í bönkunum hérna. Það hefur líka verið bent á það þegar það eru stýrivaxtahækkanir til dæmis í Svíþjóð að þá renni svona þriðjungurinn af þeim verði til vaxtahækkana hjá almenningi en hér hefur bara allt kortir í sérna út. Stjórnvöld ættu að geta einhvern veginn stoppað ógnagróða bankana þegar það er nefnt að taka þá inn sem skatt sem er náttúrulega sérstakt að vera með vaxtamunin að blóðmjólkaðan út úr samfélaginu og taka svo skatt og færa það yfir til ríkissjóðs. Það stoppar ekki kannski áþjónina sem að samfélagið er undir út af háum vöxtum en er ekki eitthvað ráð til dæmis til þess að stoppa þetta að séu kannski 2%, 3% af öllum krónum sem að velta hagkerfi endi sem hagnaður á bönkunum. Stjórnvöld hafa nú 8 stóra hluta bankamarkaðins síðasta áratug þannig að þau hefðu geta lagt línunar. Það má ekki að því að það var armslengd þannig að þeir setja inn einhverja sem að þykjast vera kapitalistar að reka bankana og stefna sem mest hagnaði. Það hefur verið línan. Já, sem almennt náttúrulega er markmið þess að fyrirtækja eðlilega en það er alveg áhugavert sem hún segir þetta með og bara öllum mörkuðum að verðhækkunum er strax velt út og lækkanir kom ekki inn og
við þurfum bara miklu meiri samkeppni á bankamarkaði almennt. Við þurfum að borga allt og stórt hlutfall landsframleiðslunnar í þjónustu til bankana og vaxtamun og svo framvegis. Þannig þú ert að segja að við þurfum vel að breyta samfélaginu töluvert mikið. Já, og kannski gera eina atlögu að því að tala aftur þetta merki sem á að færa okkur eitthvað frið á vinnumarkaði. Ég ekki að sjá einfalda lausn í því efni í þessu sveiflukennda hagkerfi, en mér finnst það mjög áhugavert sem forseti ASÍ segir. Svo það eitt í þessu, eins og ástættir sem eins og þú dregur þau upp núna, að þá kemur fólk fram mjög víða í samfélaginu og kallar eftir nýrri þjóðarsátt. Þjóðarsátturinn á sínum tíma var náttúrulega launafólk að éta verðbólguna, taka hann á sig. Það var eiginlega þessi víxlverkun gengisfellinga og launahækkana var stoppað á almenningi. Þannig að almenningur tók á sig launahækkuna. Það verið að tala, þannig að stemmingin lausnir á þessari aukinni þenslu og aukinni verðbólgu og svona, hún öll í áttina á því að launafólk taki á sig enn frekari fórnir og bara kingi þessari verðbólgu. Þannig að það horfir ekki vel, Vilhjálmur, með það sem þú myndir vilja sjá út úr þessu. Með hvernig umræðin að þróast. Nei, það bara eins og segir, ég var frá 90 til 95, þá engin kaupmáttaraukning á Íslandi og kaupmáttar yrnu. Þú svo ungur, ég var til á þessu tíma. Þetta hafði bara rosaleg áhrif á Íslands samfélag. Mér fannst þetta að vera svona tíminn, kannski að því ég var á þeim aldri þá, en mér fannst þetta að vera tíminn það sem að var svona stöðnun og ég var fyrst við það að svona launafólk væri hrætt við að missa vinnuna, að það gæti lent út í atvinnuleysi og öðru slíku. Þannig að þetta var þetta tímabil sem hefur verið að mæra alltaf sem þjóðarsáttasamninga, þetta var mjög erfiðu tími fyrir launafólk og ég að nefna þetta vegna að stundum kjara rýrnunni eitt ef að það bragga síðan annað, að mér fannst þetta koma inn þá þessi svona tilfinningum að þú sett einhvern veginn undirsettur sem launamaður og uggandi. Þetta var mjög erfiðu tími og alveg magnað að hvað jáfnvel fórustu fólk í verkefnishreyfingunni mærir þennan tíma mikið. Já, þetta náttúrulega kannski þægileg eftiráskýring því eftir þennan tíma þá hefst lengsta og samfellda kaupmáttaraukningatímabil í sögunni. Það voru fleiri þættir sem koma þar inn. En það sem grundvöllur ef það á að ná einhvers konar þjóðarsátt aftur samt líka aukið traust á milli verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda. Og það alltaf talað þannig eins og verkalýðshreyfingin sé óskynsamaðilin. En þegar við sjáum það bara trekk í trekk að það verið að semja núna til dæmis launahækkanir sem mun minni en svigrúmið og verðbólgan heldur áfram. Og eykst. Auðvitað ekki traust. Ég alveg viss að það væri fullkomið traust að þá hefði jafnvel verið samið um engar hækkanir gegn því að verðbólgan væri farin innan 5 mánaða. En það ekki verið að stefna þjóðarsátt sameiginlega, það verið að tala miklu meir ábyrgð annars aðilans, launafólks heldur en hins. Og það þannig að þegar þeir sömdu, ef maður telur upp nöfnin á þeim, fyrst Vilhjálmur Birgisson og síðan Ragnar Þór og Kristján Þórður, að þá þeir að semja það að þessi markmið að ná niður verðbólgunni og hinum megin sitja fulltrúar fyrirtækjaeigenda og lofa því að verði haldið aftur af verðhækkunum. Leið og búið að skrifa undir að þá fer í gang þessi hagnaðardrifna verðbólga sem þú ert að lýsa. Þannig að ég, bæði Kristján Þórður og Ragnar Þór hafa komið hingað og lýsti við bara fullkomnu vantraust í gagnvart samningsaðferðum. Það sem var bara ekkert að marka það sem var sagt við samningsborðið. Þeir ætluðu sér aldrei að standa við það að halda eitthvað aftur á verðhækkunum fyrirtækja. Nei og þegar þú lendir trekk í þessu eins og þeir hafa gert og hafa mikla reynslu af, þá ég ekki hissa að það sé erfitt að stefna einhvers konar þjóðarsátt og það verður líka held ég ómögulegt að stefna þjóðarsátt fyrir næst einhvers konar sátt auðlindirnar. Þegar þú með atvinnugreinar sem skila sögulega sér svo miklu meiri hagnaði heldur en aðrar. Þú ert með tvöfalt hagkerfi, innanlandshagkerfið og erlenda hagkerfið. Fyrir að næst einhvers konar sátt þetta þá verður ekkert sátt á vinnumarkaði. Mér finnst það mjög ólíklegt. En því miður umræðan þjóðarsátt hljóma svolítið eins og menn sé að tala sig inn á það að almenningur að taka á sig höggið til þess að kveða niður verðbólguna. Það bara kinginni. Já, mér þetta reyndar mjög áhugavert ef atvinnurekendur með eitthvað töfraformúlu 2% kaupmáttaraukningu næstu 20 árin og meiri stöðuleika í atvinnulífinu, í efnahagslífinu. Ég held að allir myndu kvitt undir það.
Þeir leggja það ekki fram? Nei. Nei, þeir vilja hafa líka möguleikan á því að geta komið fram að segja sér voveili tíma framundan og hér sé ekkert svigrúm og þannig þeir vilja svolítið spila þetta þannig. Já, en maður skoðar samt fréttir bara 15 ára aftur í tíman, þá alltaf satt sér ekkert svigrúm og háð hagvexti. Þetta orðið fremur þreytt. Og við þurfum bara kannski að fara að geta talað svigrúmið á okkur bili. Það alveg hægt að afmarka það. En svo alltaf þessi mikla óvissa í hagkerfinu á hverjum tíma sem að blasi við launafólki og atvinnurekendum. En það ekki bara launafólk sem á að bera hallana henni Herðu, Vilhjálmur, takk fyrir að koma hingað og tengja ykkur aðeins fyrir raunveruleikann í Jafnvægis. Takk fyrir. Eftir að hafa hlustað á Vilhjálm lýsa því hvernig góðærið fer með fyrirtækin, þau græða á tá og fingri, rétt að skoða hvernig efnahagsástandið, verðbólgan, fer með kjör þeirra sem að standa verst. Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu sem að rannsóknarstofnun ASÍ og BSRB sem að skoðar stöðu launafólks og skýrslan sem að þau birtu núna í síðustu viku sýnir raunverulega hryllilega mynd, sýnir hvers vegna fólk að tala alvarleika verðbólgunar, þannig að verðbólgan hún að éta mjög hratt upp lífskjör þeirra sem að allra verst standa. Án efa var birting skýrslunar í síðustu viku, frétt þeirra viku, en því miður var lítið hann að fjalla, það var meira að fjallað gríningu Karls III held ég. En þið skulle hlusta á hvað Kristín Heba segir, gjör svo vel. Já, Varða sem að það sem heitir á ensku think tank held ég, sem að BSRB og ASÍ setti í gang fyrir nokkrum árum. Sendi frá sér í dag skýrslu stöðu launafólks á Íslandi. Kristín Heba Gísladóttir, forstöðu kona, það ekki titillin? Jú, framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri, verður velkomin. Takk. Hérna staða launafólks á Íslandi, hver hún? Hún ekki góð. Hún verri enn í fyrra. Sífellt þarf að hlutfallnar ekki endum saman, býr við efnislegan skort, býr við þungan kostnað af húsnæði sínu og það sem við höfum gert, þetta nú í 3. skipti sem við erum að leggja þessu könnun fyrir og ég ætla aðeins að nýti var það ekki think tank heldur rannsóknarstofnun en þetta auðvitað þannig uppbygging að við erum með stjórn sem félagslega kjörin af verkalýðshreyfingunni sem að setur okkur ákveðnar eða sem sagt gefur okkur kannski svona markmiðin það hvað við viljum rannsaka og hvað við viljum skoða það og í víðu samhengi það auðvitað lífsskilyrði launafólks og markmiðið þá að verkalýðshreyfingin öðlist á gögn stöðu fólksins og getur nota þau til að í sinni baráttu fyrir betri kjörum við síðan notum auðvitað aðferði sem eru bara gagnreyndar og stjórnverðu og félagslega kjöri fólkina verkalýðshreyfingan hefur ekkert að gera með það hvernig við rannsökum það sem við erum að rannsaka. Þið myndu standast kröfur háskólasamfélagsins. Já. Þannig að Höfutu marga sem eru kallað think tank sem nú eiginlega bara áróðusmaskínur. Já, akkurat. Þannig að þess vegna viltu aðgreina þetta milli. Já. Okay. Ég vil aldrei gera þetta aftur. Já, en ég skil þessi ykkur hugrenningatengst en þetta auðvitað mjög tengt verkalýðshreyfinguna af því að það eru 4 í stjórnverði sem eru félagslega kjörnir en þeir ákveða ekki hvernig við vinnum vinnunum okkar heldur bara hvað við rannsökum. Okay. En fyrst að við erum komið þannig svona á byrjunum hvernig fyrir rannsóknin fram? Þetta netkönnun. Þetta er netkönnun sem að Varða býr til spurningarnar og við erum auðvitað búin að þróa þær talsvert mikið núna á þessum 3 árum og það þannig að við telum okkur núna á hverju ári erum betur og betri könnun síðan það aðildafélögin sjálf sem að senda könnunina út á sína félaga þannig að og þeir svara henni þá í gegnum bara hlekka tölvupósti eða hlekkana mínu svíðum eða eitthvað svo leis og síðan fáum við gögnin í hús og núna eru við með 14.198 svör en
þetta er heildaþýðisúrtak sem þýðir það að við myndum gjarnan vilja að allir félagar í aðildafélagum ASÍ og BSRB myndu svara könnuninni og það eru næstu því 168.000 manns og þetta eru auðvitað langstæsti hluti launafólks og vinnumarkaði innan þessara tvekja heildasamtaka en svarhlutfallið er 8,5%. Sem kannski ekki ólíkt því sem við sjáum í kosningum kjarasamninga hjá stéttarfélögunum sem eru auðvitað búið að vera margir núna á þessu ári. Og fólk sem gerir kannanir getur sett sér við það úrtak eða þær niðurstöður ef það hefur einhver aðferði til þess að reikna það upp og niður út og suður. Sko það sem við gerum er að við fáum gögnin í hús og síðan skoðum við hvernig þetta liggur, hvað er hátthlutfall kalla og kvenna, hvernig liggur þetta milli félaga og við, alveg eins og aðrir, lendum í því að það er til dæmis lægra svarhlutfall innan starfsgreinasambandsins heldur en til dæmis í iðnaðarmönnum eða iðnaðarfólki. Og það sem við gerum er að við vigtum gögnin þegar þau komin í hús þannig að svörin hjá iðnaðarmönnunum við drögum úr þeim í samræmi við félagatali ASÍ og BSRB og þau sem er innan SGS vægi þeirra að svara hækkar. Og það sem við stöndum uppi með og skoðum síðan við skoðum gögnin á þess að vigta þau og vigtum þau, við pröfum að vigta þau eftir gögnum frá Hagstofunni og pröfum að vigta þau eftir gögnum frá út frá félagatali ASÍ og BSRB. Og þegar við erum búin að vigta þau eftir vigtinni út frá félagatali ASÍ og BSRB að þá sjáum við að svarenda hópurinn okkar, hann endurspeglar mjög vel þýðið með tilliti til búsetu, aldurs, kyns og innflytjendastöðu. En það sem er ástæðan fyrir því að við erum með þessa aðferð sem er ólík því sem að flestir eru með tilvílunarkennt úrtak og þjóðskrá og bara allt gott og blessa með það. Við erum hins vegar rannsóknarstofnun sem starfar og er fjármögnuð af ASÍ og BSRB og stærstu hluti launafólks á Íslandi sem eru erlendum uppruna er innan þessara tvekja heildarsamtaka. Og það er því fyrst okkur mikil ábyrgðarhluti að svo aðferð sem við beitum að hún nái til þessara félaga eins og annara því það er ekki síður mikilvægt að vakta stöðu þeirra eins og annars launafólks. Og við erum með 27% af okkar svarendum eru innflytjendur. Er það ekki svipað og eru félagar í Alþýðusambandinu? Þó við sögum ekki nákvæmlega tölur það. En, þannig þess vegna erum við bara örugg með okkar gögn. Þau eru mjög góð og áræðileg og það sem við getum líka gert. En hefur eitthvað verið að reyna að draga úr því? Já, þessi aðferð hefur verið gagnrýnd. Hverju er gagnrýnd það? Það var náttúrulega í Viðskiptablaðinu mikil umfjöllun þetta eftir síðustu. Það er náttúrulega að gera allt til þess að draga úr trúverðuleika þeirra sem að benda á báa stöðu launafólks. Já, og auðvitað kannski ef að fólk í fyrsta lagi finnst þetta bara það ótrúlegt að það kemst ekki þangað að skoða niðurstöðunar að þá kannski getur maður lítið sagt. En þú veist, og það er þá bara eins og það er og þetta eru auðvitað bara þegar maður verið námið þá þetta auðvitað þá átti maður að lesa ritrýnda greinar og nýta í aðferðafræðina og þú veist, ég meina, það er alltaf hægt að gera það með alla aðferðafræði og það er engin leið fullkomin. Allt orka tímalis. Já, en það er líka mikilvægt að við séum að rannsaka stöðuna út frá mismunandi aðferðum því þessi rannsókn svo sannarlega vegur upp á móti þeirri skekkju sem er mjög algeng í könnunum þar sem að hlutur innflytjenda er gríðarlega lágur. Og áttu við að þá skekkju megi finna til dæmis í könnunum Hagstofunar á hvort að fjölskyldunar ná endum saman? Sko Hagstofun er að vigta sérstaklega upp þau eru að reyna að bregðast við en það er almennt fyrir þau sem eru að vinna í þessum spurningakannanabransa þá er almennt erfiðar að ná til verkafólks og fólks að erlendum uppruna. Þeir sem eru meira svara eru háskólamenntaðar konur. Þú telur það að ef það eru kannanir úti fjárhagsstöðu heimilanna sem að sýna, mildari niðurstöðu heldur en hjá ykkur, að það sé líklegasta skýringin er að þar sé hlutfall innflytjenda og lágt. Ég myndi fyrst skoða það. Sem eru helst láglauna fólk, sem eru helst á leigumarkaði, sem er helst svona jaðri húsnæðis. Það væri það fyrsta sem ég myndi skoða, já. Með hvernig hópurinn er samsettur út frá þessu þáttum sem þú nefnir. Þú ert örugg með því ykkar aðfyrir? Já. Hún skammast þér ekki neitt fyrir þess? Nei. Ekki neitt. Nei, ég meina, þú veist, þetta eru þetta, sko, að mínum mati
að þá finnst mér að varða sem er algjört gull í höndunum að vera hér með svör 27% innflytjendur og það bara eitthvað auðvitað, og við höfum auðvitað fengið bara fyrirspurning hvernig náum við til þessa fólks og þá segjum við, þetta verkalýðshreyfingin og hún og ég held að, þú veist, að ég sé ekki að gera lítið úr neinum en ég held að verkalýðshreyfingin hafi staðið sig hvað best í að byggja brú og tengsl við innflytjendur og ég held að varða byggi á þeirri góðu vinnu. Já, það líka þannig að innflytjendur hafa sagt við mig að það að starfa innan verkalýðshreyfingana það eini vettvangurinn, eini aðkomin að einhverjum lýðræðislegum vettvangi sem þau hafa og það aldrei kannski líklega að þau líti á þetta sem svona sitt svæði eða frekar heldur en að löggan eða hagstofan eða eitthvað fulltrúi ríkisins sem þau hafa minni aðgengi að sé að spyrja. En ok, hvað eru niðurstöðurnar? Þetta var vont og er að versna. Hvað segirðu? Þetta var vont og þetta er að versna. Já, þetta er það. Sko, við erum með nærið því 14.200 svör á bakvið þessu gögn. Og það gerur okkur kleift að fara í mjög ítarlega greiningar. Þannig að við getum greint, þú ert í leiguhúsnæði og þú ert þetta og þú ert hitt og og það eru þetta mjög margt í þessu niðurstöðum og flestum langar að læra að fræðast fjárhagsstöðuna og við getum komað því á eftir en mér langar að ræðum það sem mér finnst skipta mjög miklu máli að það að í fyrsta stjórnverðu fól okkur það og það var dálítið strembið verkefni fól okkur að kanna flest alla þá þætti sem tilgreindir eru í lögum jafna meðferð á vinnumarkaði það sem til dæmis bannaða mismun eftir uppruna, húðlit og svo framvegis fól okkur að kanna þessa þætti í þessari könnun og við setjum því spurningar til dæmis húðlit sem ég veit ekki til þess að hafa verið gert áður í íslenskum könnunum og spurjum hvort að fólk hafi orðið fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði og niðurstöðunar okkar sína svart á hvítu að fólk sem annan húðlit en hvítan fólk sem eru innflytjendur hinsegin fólk með skerta starfsgetu eða fötlun það verði mun meira mæli fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði á síðustu 12 mánuðum heldur en aðrir sem falla ekki þessa hópa hinir, já svo kallar venjulegir íslendingar. En hver er munurinn? Er það ef ég er hvítur miðaldra kall þá er það 20% sem að fá þetta en ef ég er svört kona þá er það bara 90%. Hver er svona, getur gefið mér eitthvað svona ég gefa tölur. Eitthvað svona smá hugmynd hversu munurinn er mikill? Já, það getur vel alveg gert. Þetta er meira en sjónamunur. Þetta er miklu meira en sjónamunur, já. Sko sjáum til dæmis, það er rauninni þau sem eru líklegust til að verða fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði þau sem eru með annan húðlit en hvítan. Þannig að þá eru sko, ef þú ert innfæddur eða þú venjulegur að þá eru bara 18% sem hafa orðið fyrir einhvers konar einu broti á síðustu 12 mánuðum en hlutfallið 33% af þeim sem eru með annan húðlit en hvítan. Já. Og það er fyrir utan síðan þau sem hafa lent í fleiri menn einu broti og þetta er þá að hafa fengið greitt rönglaun, hafa ekki fengið kjarasamningsbundnar hækkanir, hafa ekki fengið greitt fyrir yfirvinnu og svo framvegis. En náðu þið aðgreina innfædda sem eru með annan húðlit? Við gerum það ekki þessu. Það er orðið smátt, já. Og svo er náttúrulega annað sem við gerum líka í þessari könnun að þá gerum við greinamun á innflytjandum og fólki með erlenda bakgrunn. Að því að við erum með svo mörg svör og fólk það með erlenda bakgrunn er fólk sem hefur annara kynslóðar innflytjendur og ef þá annarkvörtur báðir eða annar fóreldri erlend og við sjáum að þeir sem að tilheyra þeim hópi þeir eru ekki heima með innfættum þeir eru ekki heima með innflytjendum og þetta er svo sannarlega sérhópur og hann stendur mun verð heldur en innfættir og er eiginlega nær innflytjendum. Já, nær innflytjendum og stundum verri. Þá getur við sagt að það taki 300 ár að jafna hlut fólks marga kynslóður með þetta. Já, með þetta. Önnur kynslóð er bara komin hálft skref í áttina að vera innlimað. Akkurat. Það er bersýnilegt.
Herðu, en brot sem brotið áður að vinna, þau konuðu eitthvað meira, en býtum mig langar að spyrja það einu áður. Kallar á konur, hvað hlutfall á þeim? Með brot á vinnumarkaði. Það voru aðeins herra hlutfall kalla sem voru fyrir brotum á vinnumarkaði, heldur konur. Það svona eini mælikvarðin, svona heildamælikvarðin sem kallar koma að vera út á heldur konur. En annað sem konuðu? Síðan það náttúrulega varandi réttindabrótin. Já, réttindabrót eða eitthvað sem að þú ekki fjárhagslegt. Já, við erum að kanna líka núna líðan, þá andlega líðan og líkamlega heilsu og starfstengda kulnun. Það svona fyrir utan fjárhagsstöðuna þessu svona stóru þemu í könnuninni. Og það sem við rauninni vorum að gera núna var með starfstengda kulnun að við byggum til nýja starfaflokkun að því að það svona starfaflokkunni sem eru til, við gátum þá aldrei og við höfum notað það en aldrei unnu úr því að því við gátum til dæmis aldrei tekið saman fólk sem starfi ræstingar, það fór einhvern veginn á milli hópa og maður gæti aldrei tekið það sér og við séum að það mjög hátt hlutfalli á fólki sem starfi ræstingar sem að þú veist greinist í þessu, þetta ekki klíníski kvarðar sko, en með starfstengda kulnun og við ætlum að gera meiri greiningar á því síðan í framhaldinu. Þannig við erum auðvitað núna með eitthvað svona skýrslu með alveg fullt af niðurstöðum og við munum síðan vinna meira úr þessu og það mörg svona áhugaverð trend sem við ætlum að vinna meira með. Og þú tilur þetta að vera einstaka mynd af samfélaginu? Þetta ef þú hefur ná á íslensku samfélagi þá ætti að leggjast yfir þetta. Það er bara þannig. Já, það er bara þannig. Og ef fólk er áhuga á að bæta samfélagið okkar þá ætti það svo sannarlega að skoða þessa skýrslu því að það er svo skýr munstur í henni. Það er svo auðvelt að sjá hvar aðgerða er þörf. Það hefur nú komið fram í fyrri skýrslum ykkar svolítið að það kemur í ljós að það sem að dregur þið niður í fátakt ef við má tala um efnahagslega þáttinn að það sem að eykur líkurnar á að þú farið í fátakt er náttúrulega ég myndi kannski á ykkur og bara öllum að þú missir heilsuna, þú ekki þú ert í leiguhúsnæði og þetta einstakt foreldri og þetta náttúrulega rópandi ábendingum það að sko velferðarnetið eða kerfin sem eiga að tryggja jöfnuð virki ekki sko. Og þessi býst við að þetta komið fram með okkur enn og aftur. Já, það er náttúrulega sko staða einstæðra foreldra er áberandi verst og og það er náttúrulega sko, já þeir standa langverst og næstu eftir þeim það innflytjendur og næstu eftir þeim það svona til skiptis einhleypir sem þá einir að bera kostnað af húsnæðinu sínu og síðan fólk með erlendan bakgrunn. Það aðeins svona misjandi eftir mælikvörðum. Þannig að ef að maður réði ykkur að þá myndi maður beina aðgerðum á þessu hópa. En þetta eru jafnframt hópar sem langmestu mæli á leigumarkaði. Þannig að þú myndir byrja á því að laga leigumarkaðin eða húsnæðismarkaðin Já, það alveg augljóst. Og svo vera með aðgerðir til þess að styðja einstæða foreldra. Já, og ég minna og þeir sem eru á leigumarkaði búa bara við svo íþyngjandi húsnæðiskostnað að það náttúrulega valla sambarlegt við þá sem eru í eigin húsnæði og að það augljóslega sko, og þetta svo sko leiðilegt sko að þeir hópar sem að standa vestfjárhagslega í mestum mæli á leigumarkaði og eru hæst hlut og þeirra eru með yfirdrátt, smálán, lán hjá vinum og fjölskyldu og svo framvegis og allar dýrustu leiðina til að draga fram lífið og það er auðvitað alltaf eitthvað sem græðir á því. Einmitt af þeim hóp sem síst skildi græða á. Og þegar að stjórnvöld bregðast við vanda þessa hóps og þá er tilneikin oft til þess að hækka húsaleigubætur sem að leiða bara til hækkunar á húsalegu. Þannig að það er umvel styrkur til leigusala og leigjendur eru bara að flytja á milli. Einmitt. En þannig að húsnæðismálið eru umverulega svo stór breyta, það er eiginlega ekki hægt að tala ef við tökum svona einhvern hóp eins og einstæða foreldra að þá eiginlega verður að tala um einstæða foreldra í einhúsnæði og einstæða foreldra í leiguhúsnæði. Það liggur við, ég er ekki að segja það já, en ég meina það er bara sko svona almennt getur við sagt svona milli 70-80% af launafólki sé í einhúsnæði en það er 35% minnum mig hjá
einstæðum foreldrum og líka mun lægra og það er líka svona lágt hlutfall hjá innflytjendum og þetta er alltaf sömu hópanir og þetta er í 3. skipti sem að við erum að greina þetta út frá mjög svipum hópum og það er alltaf sömu hópanir sem við höfum áhyggjur af og standa bersýnilega höllum fæti. En fyrir utan það er auðvitað líka bara almennt trend til verri stöðu núna almennt yfir allt launafólk. Sem eitir öllum niður en þeim dýfst sem á stóðu verst fyrstir. Það er þannig, það er ekki? Það er bara þau með ítt hlutastlega dýfst niður. Já, það liggur hlutur í sæli. Og auðvitað sjáum við talsverða breytingu svo þegar við greinum fólk sem eru eigin húsnæði á móti fólki sem eru leiguhúsnæði að þá hefur staðan versnað meira hjá þeim sem eru í eigin húsnæði. En hún er næstu því, hún er aðeins verri hjá þeim sem eru leigjandi, hún er bara svo vond fyrir þannig að núllpunkturinn var hvað sem er svo hræðilegur þannig að staða þeirra er munverri en við sjáum auðvitað að því við greinum spurðum þá sem eru eigin húsnæði hvernig húsnæðislán þau eru með og við sjáum trend þar líka á sjálfsögðu og það eru þau sem eru með blöndulán og þau sem eru með lán á breytilegum vöxtum sem eru í talsvert meira mæli með verið fjárhagsstu. Sem er búið að aflæsa og við vitum það og vitað allir að það eru framundan það verið miklu fyrir fjölskyldur sem lenda einmitt í þessu. Þannig að það má búast við miklu áfalli til þeirra sem eru með þessi lán og eru eigendur og þau geta lent í verið vanda og líklega bara brunnið upp eigið fyrir það. Því bankarnir bjóðast bara til þess að varpa þessu aftur fyrir þá til að eigið fyrir búið og þá líklega hendar þeim út bara eins og gerðu 2009 og 2010. Herðu, en ég heyri alveg á þér að þú myndir vilja að þessar rannsóknir ykkar hefðu meiri áhrif svona frá því að þið byrjuðu að gera þetta að gætirðu tínt til eitthvað sem að mætti segja af aðgerðum ríkisstjórnar og stjórnvalda væru til þess að mæta þeim ákvöllum sem að kannanir ykkar eða rannsóknir ykkar hafa dregið fram? Nei. Miður. Það eru þetta búið að hækka barnabætur. En það er bara til þess að hanga í verðlaginu Já, það sjást þess engin merki. En þessi könnun er líka lögð fyrir eftir kjarasamningana. Þessi hún er lögð fyrir í febrúar og fram í til 1. mars. Það sem hafa komið skattabreytingarnar. Já, og stór hluti búin að fá launahækkunina. Og skattabreytingarnar á áramótin. En við sjáum þess ekki merki að það hefði skilað árangri. Þetta er könnun sem nær samt svolítið inn í verðbólguna. Þannig að við erum að sjá afleiðingarnar af efnahagsáttan sem er núna og ekki verið að skána síðan þetta var því að það er engar hækkanir komið og verðbólgan heldur áfram að býta og engar ráðagerðir að hækka þessar bætur mitt ár eins og kannski væri tilefni til eins og barnabætur og húsnæðisbætur. Og það eru þetta bara kemur manna óvart að því að við umræðum fátækt er ótrúlega skringilega og varða gerði líka könnun fyrir öryrkjabandalagið og það sem komu þetta fram að fjárhagslega þeir sem að taka lífeyri er mjög slæm en það breytist ekkert í kjölfarið og það sem við höfum gert og gerðum fyrst skipti með öryrkjabandalaginu og við höfum síðan gert í okkur könnunum síðan það er að spurja hvort að fjárskortur og síðan 12 mánuðum hafi komið veg fyrir að fólk að geta greitt eitthvað svona grunnþætti fyrir börnin sín og þá sjáum við bersýnilega að börnin auðvitað hafa ekki sömu tækifæri og börn þeirra sem eru betri fjárhagsstöðu og það eru fólk sem eru sömu hópum og við erum sífellt að benda á að hafa það mun verð en aðrir sem að líða fyrir það og ég man þegar við og það áttu við tómstundir það eru tómstundir bara klæðnaður bara að geta farið í ammæli til vinar þú veist þetta kostar allt og þáttaka einhvern veginn í samfélaginu kostar því miður alltaf þannig fátt að því aðar setur börnin já og
og ég man einhvern veginn fyrst þegar við notum þessa spurningu að þetta hlýtur að hreyfa fólki að verða til þess, við getum allavega ekki sakast börnin, það en ekkert breyðist. Nei, það hjörtu mannana eru köld sko og þau eru bara varin fyrir þessu, það hefur tekist það oft áður að sætta sig við barnafátækt, selt sér það sé foreldrum að kenna eða þá að það þýði ekki að bjarga þessu fólki. Ég veit ekki hvað drífur áfram þessar ákvarðanir sko. Því að þetta umlega ákvarðanir, því að stjórnvöldur ákveða dag eftir dag að halda ástandinu óbreyttu. Það er ekki bara ákvörðun að breyta þessu, það er líka ákvörðun að viðhalda þessu. Þegar þú talar innflytjendur og húðlit og við vitum það að innflytjendur eru hlutfallslega fleiri meðal lágtekjufólks, hlutfallslega fleiri meðal leigjenda, hafa veikari félagslega stöðu, erfiðari aðganginn í samfélagið, líklega til þessi broti gegn þeim. Þannig að þar erum við komið með, þegar við erum að tala svona aðgerðir til þess að bæta húsnæðismarkaðinn, að auka aðstoð við barnafjölskyldur, einhver með einstæða foreldra. En þannig erum við kannski síðan með aðra vít sem það að tryggja það að fólk sem eru innflytjendur hafi svona eiginlega sama aðgengi umfram þetta, eða ekki? Umfram það að hækka eða hafa meira húsnæði, umfram það að hafa betri barnabætur, en þá kemur alltaf önnur breyta þannig inn, það hvort þú sért sko fullgildur í samfélaginu. Og það ég ætla ekki að byrja kannski að leysa allar ráðgátu lífsins, en hvaða aðgerðir eru til þess að bregðast við þessu? Hitt svona tiltölulega einfalt, hefur verið gert áður, endalausa fyrirmyndir, en svo lendum við svolítið í vandræðu með þetta að fólk samt ekki með jafnstöðu. Nei. Sko, ég veit, ég meina það alltaf náttúrulega sama svari, það fræðsla og við sko búin til pláss í samfélaginu, en ég meina það auðvitað hægara sagt en gert sko, einhvern veginn. Allavega hefur það ekkert gengið rosalega vel, ekki einu sinni bara í kvennabaráttunni. Þú veist, ég meina hún náttúrulega ekki ennþá, þú veist, komin, eða þú veist. Og þannig auðvitað hefur maður áhyggjur af því hvernig þetta muni ganga. En ég viss það að með því að jaðarsetja fólk fjárhagslega varandi stöður þess að húsnæðismarkaði, þess að vera að brjóta með meira mæli, það væri mikil bót að laga þá allavega þessa svona skýru mælanlegu þætti og þá hefur bara fólk líka vonandi meira rými og tíma til þess að taka meira þátt í samfélaginu, þurfi ekki að vinna baki brotnu miklu fleiri tíma heldur en þeir sem eru innfæddir og svo framvegis sko. Að gefa fólki rými til þess að taka sinn part á samfélaginu sem nú sannlega á. Marjast því að vera að þessi brotið á þeim eða þau mýtt á jaðarinn og líka börnunum sem að íslensku kunnátt og foreldrarna getur skipt miklu máli framgangi námi og öðru slíku og mér má eiginlega halda því fram að þessi líka þáttöku í tómsöldum og félagstarfi. Herðu, nú verkalýðshreyfingin að reyna að þjappa sér svona saman einhverja kröfur og það eru mikið til þegar maður að tala við fólkið, þá mikið til talað að nú þurfum að koma kröfur á ríkisvaldið til þess að endurreisa velferðarkerfin sem mikið af því sem við höfum verið að tala hér. Kannski þarf ekki að spyrja því að þú til þetta vera mikilvægt. Þetta bara eitthvað grundvallar þáttu þess að við getum búið til svona réttlátt samfélag og það ekki hægt að horfa upp á stöðu sömu hópana ár eftir ár, augljóslega mun verð en annara og engar aðgerðir fylgja því og það auðvitað bara ábyrgðar hlut að viðhalda þessu, það mun skapa mjög alvarleg vandamál síðar að jaðarsetja ákveðna hópa og það ekki eftir neina bíða að leysa það. Þannig að ég vona að við erum eiginlega komin inn í hörmungarástandi sko. Já. Þetta ekki svona að við höfum einhver tíma til að bregðast við. Við erum eiginlega sigla inn þessa blindgötu sko. Og ég meina og það bara börn að alast upp við önnur tækifæri heldur en innfædd börn til dæmis. Og ég held að flestir vilja ekki þannig samfélag sko.
Herðu, þið gáðu út skýrsluna í dag. Já. Hvar getur fólk fundið hana og lesið hana? Hún Þú segir þetta sé bara lykillinn í íslensku samfélagi, þannig að fólk verður að fara að lesa. Mjög hóvar. Já. Ég alveg sammála þessu, þetta bara... Þetta er góð greining. Já, mjög. Og ég held að já, þetta að fólk geti fengið mjög góða innsýn inn í Íslands samfélag með því að skoða þessa skýrslu, það er verið að greina mismunandi hópa og staða þeirra er svo sannarlega mjög misjöfn og það er til dæmis, þú veist, í þessum stóru niðurstöðum er líka til dæmis áhugavert að staða kvenna er verri á öllum svona heildarmælukvörðum fjárhagslega stöðu heldur en karla, þú veist, en það er þetta munar ekki svona miklu eins og öðrum hópum en við sjáum bara þessi munstur í okkar samfélagi bara kemur í gegnum þessa skýrslu. Síðan auðvitað höfum við varða verið að gera greininga fyrir stéttarfélögin einstaka og það eru auðvitað fyrir okkur sem störfum hjá Vörðu þá fær maður alveg ótrúlega skýra sýn af hvernig okkar samfélag byggist upp þegar maður fer líka onni í stéttarfélögin. Það hefur verið byrta svolítið kannanir, ég menn eftir Eflingu og Einingu Iðju og Afl á Austurlandi það samílega konan eða ekki? Mjög áhugavert. Það sem þetta kemur. Já, svo skýrt fram sko. En ég var að spyrja hvað maður gæti nálgast hana? Ranvin.is, já það er heimasíða Vörðu, ranvin.is. Þar fæst þessi ranvin.is Rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins Ranvin.is 83 blaðsíðna skýrsla. En ef segjum að sé það núti ykkur hópur, ykkur félagsamtök sem að eru háð því að félagsmenn hafi réttan skilning á samfélaginu, segjum bara Framsóknarflokkurinn. Getur hann pantað í kynningu og fara með þetta? Ég fer nú við það sko. Þannig þú verður með skýrsluna núna næstu viku og mánuður að labba. Er mikil eftirspurn eftir því? Vill fólk vita hvernig samfélagið er? Já, það vil það. En sem betur fer. Þannig að við höfum, það hefur áallt verið bara mjög mikið að gera í að kynna inn í alls konar nefndum og svo lesa. Ég reyndar aldrei farið til stjórnmálaflokks. Nú, við þurfum að bæta því. Herðu, Kristín Heba, kæra þakki fyrir að koma og kynna eða svona rétt dreipa þessari skýrslu. Takk fyrir að hafa mig. Þetta við gætum dunda okkur við það að tala efnisatrið hennar lengi og til þess á morgun þá ætlum við að við erum með smá fókus á veikri stöðu ýmissa hópa og morgun ætlar hann Kolbeinn Stefánsson að koma og tala við okkur fátækt barna. Þannig við höldum áfram fjallum þetta. Kæra þakkir. Takk. Og við snúum okkur næsta máli eftir augnablik. Já, við vorum að hlusta á Kristínu Hebu lýsa því hvernig verðbólgan og efnahagsástandið hefur grafið undan lífskjörum ýmissa hópa, lágtekjuhópa, einstæðra foreldra, innflytjenda, leigjenda. En til þess að ræða efnahagsmálin almennt hefur Ásgeir Brynjar Torfason komið hingað mjög oft að rauðaborðinu, líklega oftast allra. Í síðasta viðtalinu sem ég tók við hann verði að segja að hann var orðinn æði svartsýnn að stjórnvöld myndu bregðast við ástandinu eins og það er og blasir við. Hann var efins að ráðherrarnir í ríkisstjórninni eða Seðlabankinn átti sig einfallega á því hversu alvarlegt ástandið er. Ég held að sé fróðlegt fyrir ykkur að hlusta á hvernig Ásgeir Brynjar dregur upp stöðuna sem við erum að glíma við í dag. Gjörðu svo vel. Já, herðu, það er óstjórn í efnahagsmálum ákveðu að kalla þennan dagskrárlið Ásgeir Brynjar Torfason. Vertu velkominn. Takk fyrir. Sko ástæðan er náttúrulega verðbólgumælingi sem birtist í morgun. Það er bara gusast út verðbólga bara út allt. Fastina verður meira að ferða upp. Já. Síðan eru fréttir 68% samdráttur í byggingaframkvæmdum, samkvæmt rannsókn samtaka iðnaðarins, sem að bendi þá til þess að húsnæðiskreppan sem að bara ganga frá lífi margra, hún bara þetta versna. Já. Þannig að þessum ákvæði kallir þetta bara óstjórn í efnahagsmálum, er ekki bara að fara að orða það þannig? Jú, þetta lítur bara verr og verr út, hægt og rólega. Ég veit ekki, ég nenni ekki að endur taka aftur það sem við erum búin að tala áður, kostnaðarverðbólgan, eftirspurnaverðbólgan, myndumst á hagnaðarverðbólguna síðast, nú farið að kalla hana í Bloomberg, græðgisverðbólguna.
sem kemur bara, og Evrópski Seðlabankinn farin að tala um það í ræðum aðalhagfræðings og svona að fyrirtæki vilja græða og það er þeirra eðli þau eru hvött til þess og nú hafa þau tækifæri til þess og þá bara gera þau það að því þau geta það ekki að þau þurfið þess heldur bara að þau geta það, þá gera þau það og það drífur verðbólguna áfram en ekki í þessum þessari víxlverkun launa ekki að því að launakostnaðurinn sé að hækka svo heldur bara að því að þau geta hækkað og þá gera þau það og nýta tækifærið og það heldur verðbólguna áfram maður sér úti verðbólguna vera að fara niður samt í Evrópusambandinu því þar er samkeppni á markaðinum maður sér fasteignaverð í dag í Svíþjóð vera að fara niður ennþá meira bara nafnvirði, ekki bara raunvirði en hér er annars vegar fákeppnin sem að ég held, það vantar tölur það eru mjög skýrar tölur í Bloomberg yfir hvernig svona cirka 2/3 af verðbólgunni sem er mismunandi eftir mismunandi löndum en 2/3 er yfirleitt komin til vegna hagnaðar fyrirtækjana. Það er ekki út af því að aðföngin eða launin hafi hækkað heldur eru fyrirtæki bara að sækja sem er í hagnað. Já. Nýta sér ástand verðbólgunar þar sem að verðskinni dofnar og er svona hugmyndur að það sé svona næstu eðlilegt að verða ekki og þá bara keyra verð upp. Og hér vantar þessar tölur, hér er fákeppnin enn meiri á þessari eyju heldur en út í Evrópu og svo sér maður meira segja sko bara PR-deildir hagsmuna samtaka fyrirtækina vera farin í að reyna að tala um það að þau séu nú ekkert að hækka þetta mikið sko. Það er bara búið að snúa sig upp í einhvers konar fjölmiðla áróður en við fáum ekki tölunar sem liggja fyrir í Evrópusambandinu hver mikill hluti af verðbólgunni er komin vegna hagnaðaraukninga fyrirtækjana. Síðan erum við með þennan húsnæðismarkað hér sem að var náttúrulega í miklum vanda sko, það verður eiginlega rekjan alveg aftur í fjármálahrun það var ekkert byggt svo lengi svo þarf að vinna það upp og svo koma sko Má eiginlega rekin aftur til sko einkavæðinga húsnæðislánana 2004 til Íbúðalánasjóðs sem er nú önnur hörmungin sem að hangir yfir. En í viðbót við þá krísu kemur sem sagt annars vegar ferðamannabólan sem var þó eftir að koma fyrir í Airbnb bólu meðan það var verið að byggja hótel en ferðamannastraumurinn eykst ennþá meira þannig að jafnvel þó hótelin fyllist þá þarf bara ennþá meira Airbnb íbúðum og ennþá meira fólki til þess að sinna túristunum og það fólk verður að búa ykkur staðar og þannig að sko að fasteignaverð hér er ekkert að fara að lækka þó að það hafi verið vonin með vaxtahækkununum og kælingar hugmyndirnar með vaxtahækkununum og svo heyrir maður bara hagfræðingarna koma í dag og tala um að þetta kalli nú á enn meiri vaxtahækkun Seðlabankans í maí en þeir eru allir menntaðir í þessari hagfræðadeild upp í háskóla sem er reyndar illilega gjaldþrota og ætti eiginlega bara að senda hagfræðingar til náms í útlöndum því það er hagkvæmara heldur en að reka þá deild sem er hérna sko, og þau tala í raun og veru öll eins og að ekkert hafi gerst í hagfræði síðastliðin 20 ár og ekkert sé að gerast í umræðu út í heimi ég veit ekki hvort þau hafi ekki efna á áskrift af Bloomberg sem er ekki dýr eða Financial Times og bara þetta er eiginlega það er svolítið hérna, þungur tónn í mér að því þetta er eiginlega eins og að vera bara út í Sahara að tala um snjó sko. eða Þú hefur sagt í nokkra mánuði að við séum að stefna inn í ástand sem er mjög alvarlegt og þú hefur lagt áherslu á það og sem er svolítið öðruvísi heldur verið að fjallum þetta kannski svona í almennu fréttum það var svona, fór verðbólgan eitthvað aðeins yfir, hún verður orðin betri svona í mitt sumar annars einn sem var 9,9 það var ótrúlega tilviljun en það er mikill verðbólgurhraði þetta getur sláið næstu upp í 14% ef þú takir þetta ef við fengið svona mikla hækkanir alla mánuðina það er allur ávinningurinn af kjarasamningunum hjá SGS og aðgerðum ríkisstjórnar áramótinu farin framundan er sko maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember, janúar það sem fólk er ekkert varið fyrir verðbólgunni þannig að
það mun mjög fljótt grafa undan sko lífskjörum stórs hóps af fólki, fjölda heimila. Fyrir utan það að eigið fyrir fólks í húsnæði að étast upp, það út af greiðslubyrðin hækkar og bankarnir bjóðu upp og hendaði aftur fyrir lánið, þá getur bara eigið fyrir þetta búið, þá takar íbúðin af þér og þú hendar út. Getur þú útskýrt þannig að ég geti skilið af hverju ástandi núna svona alvarlegt? Hvað það sem getur gerst? Þú veist þetta svona sambland og ég svona akademikar sem samt alltaf að reyna að leita sannleikann og svona að skilja hvað að gerast, þannig ég alltaf að vona að ég hafi rangt fyrir mér en að því að hinir eru mjög hættulegir, þessi sem vita sannleikann og vita alveg bara það bara ein kenning og eitt tól en eins og þetta lítur út fyrir mér og þessin eru vonbrigðin við tölunum í dag en þó að þeir hafi verið viðbúnar af þessu hluti að þetta svona sambland af 2008 og 2020 og sko og það sem eiginlega verst að eins og ég var að segja allir hagfræðingarnir eru menntaðir hjá Seðlabankastjórunum núverandi það sem stýrt eftir peningamagnskenningunni sem við höfum farið hér yfir nokkur sinnum áður það ein kenning en ekki náttúrulögmál og það eru margar aðra kenningar og verðbólgan núna rosalega flókin. Það allir sammála það út í heimi sem ég hlusta og les í Financial Times og Bloomberg. Sko. Þetta ekki einhverjir kímar internetsins eða einhverjar sellur skringilegra jaðarhagfræðinga. Þetta bara orðið megin straumurinn í umræðinu út í heimi. Og það áhugaverð. Þetta sé skepna sem að peningamarkastkenningin ræður ekki við. Ekki eina. Já, og eins og við Þorvaldur Gylfa fóru hérna yfir með þér sko, og að horfa síðan á efnahagsstjórnina byggjast annars vegar á þessu og hins vegar á stefnu fjármálaráðuneytisins og fjármálaráðherrans þar sem að ekkert má gera til að bregðast við þessari lífskjara krísu og þessum að fleiri að fara að deyja og líklega af hjartaáföllum og sjálfmorð heldur nú COVID sko. Og þá gátum við gert alls konar aðgerðir af því að þá voru allir í hættu og efnað fólk í hættu og þá var hægt að safna fyrir með að segja engaðilar bara fyrir öndunarvílum þó að síðan hafa komið ljóst að þetta nú samt fólk sem kynni á það er ekki hægt að kaupa sér frá öllum manda en núna sko það ekkert mál fyrir svona gauðra að vera að stýra fjármálaráðuneytið, að stýra Seðlabanka í góðari, þú veist, að því en þegar að áreynir og við erum í sko á svo margan hátt núna að reyna á svo marga liða því við komum út úr COVID með þau vandræði í alþjóðahagkerfinu tímabundu verðbólguna sem við vorum að búast við út af endurreisingunum þar og síðan þetta stríð sem kveikir í verðbólgubálunu og sem síðan núna eins og við höfum nokkur sem farið yfir orðin ég leyfi mér að segja hálf óstjórnleg allavega hér á landi út í Evrópu þó samkeppni og fyrirtækin komast ekki upp með nema upp að vissu marki þar Seðlabankinn að reikna með að fara úr 3,25 kannski upp í 4%. Þar verið að reikna með að verðbólgan komið niður í 2,8% í lok þess árs en nái markmiðinu 2% mitt ár 2025. Við erum ekki þar. Nei, við erum bara í tveggjastæða tölu. Sko. Ég held að þessu bara hefur að spáði að það verður heppin eða fyrir undir 7 eða undir 6,5 í lokarsins sko. Og þá allt gengur upp sem ekkert sem bendir til þess að því að svo hér kemur hagvöxtur af ferðamanna sveiflunni það þarf að byggja fyrir það frekar, það þarf byggingaverktakana viljum frekar sýnist mér byggja hótel og endurbyggja miklaða skóla og heldur en að vera í einhverju íbúðar harki þar sem þeim get ekki lengur tvöfald að hagnaði sinn á
á hverju ári vegna eignaverðsbólunar. Þannig að... Ok, hættan, það annars vegar að verðbólgan sé bara komin til að vera og hún muni grafa... Ég vil ekki segja hún sé komin til að vera, en hún fer ekki niður hér eins og hún að fara niður út í heim. Og hún mun grafa mjög heiftarlega undan kaupmætti lágtekjufólks. Við erum með stjórnvöld sem að vilja ekki svara því. Þriðjungsheimila, ekki bara lágtekjufólks, þriðjungsheimila allavega, jável meira. Og við erum með stjórnvöld sem að vilja ekki bregðast við þessu vegna þess að þau telja að það skemmi aðgerðir Seðlabankans við að ná niður verðbólgunni ef að ríki verður með eitthvað aðgerðir á móti sársauka fólksins. Þannig að fólki verður að finna til þess að hætta að eyða til þess að verðbólga fer niður. Verðbólgan er hins vegar ekki þess eðlis að þetta muni virka. Þetta mun bara skapa sársauka tilgangslausan. Annað er að vextir muni hækka. Það er byrjað að þrengja sveitafélaginu sem að skera niður þjónustu, reka fólk. Loka héraðsskjalasöfnum, loka menningar húsum. Já. Og þetta mun halda áfram. Vextir að hækka. Hverjir eru aðrir sem að líða fyrir háa vexti? Eru skuldu fyrirtæki? Já, sko, þau skuldu og fyrirtæki sem eru ekki að ná uppsveiflunni. Þannig að þú magnar upp þessa óheilbrigðu bólu í ferðarþjónustunni. Og þar má ekki leggja á neinn gjöld, þar má ekki eins og leggja á kolefnisgjald á flugi. Það er allt gert fyrir nýju útgáfuna af heroinhagkerfinu sem var svona stóriðuhagkerfi, núna er það ferðarþjónustuhagkerfi og þetta er bara... Og það er að sjá það að bankarnir lána síður til húsbygginga en eru byrjar að lána til hótela og uppbyggingu ferðarþjónustunar sem að ýtir undir... Og skorturinn á húsnæðinu íti síðan undir að fasteignaverð þar hækkar að því að það myndi verða líka mjög alvarlegt ef fasteignaverð færi niður hér fyrir mjög skuldsett fasteignafélög og skuldsettari hér í Skandinavíu þannig að og vextin hér margfald hærri en þar þannig að þú veist og það er ekki hagur neins banka að fara að setja fasteignalánin í hættu þannig að þeir þurfa að hafa fasteignaverðs hækkunina þannig að allt kerfið og efnahagsstjórnunin byggist á því að vernda kapitaleigendur og þá sem standa vel, það má ekki hækka skatt á þá sem væri besta leiðin til að draga peningur hagkerfinu, draga úr þenslunni, að skattleggja efri helmingin, það má ekki tala um það og þar með er bara afleiðingin sem að mér virðist bara þetta fólk ekki sjá sem stýrir, hvort sem það er í fjármálaráðuneytinu eða Seðlabankanum. Í forsætisráðuneytinu. Já, að það bara... Félagsmálaráðuneytinu. Það virðist einhvern veginn bara horfa á þetta í Excel-tölum sem það tapar tengingunum við raunveruleikan af og ég veit ekki hvort að þau trúið í að þetta muni reddast eða hvort þau haldi að þetta fari niður að þau segja að þetta muni reddast. Þau segja að það vaksa út úr þessu. Já, en hagvöxtur sem kemur út af þessari ferðamannuppsveiflu og svona áframhaldandi þenslu hér, að sá hagvöxtur bjargar engum af þessum þriðjungi lægslaunustu eða þriðjungi skuldsettustu heimila landsins og það er eiginlega bara hræðilegt að horfa upp á þetta gerast með engum aðgerðum, engum undirbúningi. Þetta er eins og við hefum verið í mjög COVID og trúaði að það myndi ekki koma hinga til lands. Við þyrftum ekkert að vera að gera neitt eins og út í heimi að því að við varum á eyju og hérna. Það hefði átt eins og við tölum í fjármálaáætluninni í fyrra að gera aðgerðir til að ríkið legði sitt og sveitarfélögin á því að draga úr verðbólgunni. Það hefði átt í fjármálaáætluninni núna. Þau gerðu það ekki, þau hækkuðu gjaldskrána sinni. Já, og núna hefði átt að vera með pakkana til að sýna fram á að það verði kjarasamningar í haust næstu áramót sem að náu því að viðhalda kaupmætti. Ég ætla ekki að segja neina kjarabætur en að viðhalda kaupmætti til þess að viðhalda því að fólk geti lifað áfram í húsnæðinu sínu og hafi efna að kaupa mat. Það er það sem þetta snýst um. Þessin er þetta kallað lífskjara krísa út í heimi.
Að óbreyttu að þá munu lífskjör þriðjungsins sem að er annarkvort tekjur lágur eða skuldamikið, þau munu keyrast niður. Þannig það bara, út árið. Já. Sem að mun valda auknum ójöfnuði í landinu. Efnastjórnin og svona hvert peningandi þeir flæða frekar í það að blása upp ferðamannabólu. Já, og við held að ná jákvæðum raunvöxtum hér, þar sem að verðbólgan er hvað mest, meðan að út í heimi, út í Evrópu er búið að vera að stýra auðvitað ekki mikið neikvæðum raunvöxtum en að halda þeim en skaðinn deilist í átt á milli þeirra sem eiga peningan og þeir sem skulda, en hér eiga bara skuldarannir að borga allt. Og lagslaunum. En efnastjórnin er líka þannig að hún beinir peningum frá húsnæðisuppbyggingu og því að það er eiginlega það er engin hvati, stjórnvöld sjálfur ekkert að byggja neitt til þess að tryggja það þannig að húsnæðiskreppa mun verða enn verri sem aftur mun grafa enn frekar undan lífskjörum þessa þriðjungs. Og þetta er bara að gerast. Já, að því að fólk trúir á nýfrjálshyggju kenningar sem voru afsannaðar fyrir 15 árum og staðfestar, ítrekkað og meira að segja svona hörðustu áhangandur hennar gengu af henni út í heimi 2020 eða í faraldrinum. En hér einhvern veginn er eins og þetta sé bara eina hagfræðikenningin og eina stefnan sem að geti að markaðurinn mun leysta, það megi nú ekki vera með afskiptin á markaðin, það sé ekki hægt að gera neitt í þessu, þannig að við verðum bara að vona þetta reddist. Stundu spurt að því hér, hvort að kannski er þetta ekki fólk sem að trúir á þessar kenningar. Kannski er það bara þannig að þessi stefna færir mikinn auð frá þeim sem að skulda til þeirra sem eiga, til þeirra sem eru með lága tekjur, til þeirra sem eru með mikla tekjur og mikla eignir. Það sé ástæðan. Þetta kerfi sem að þjónar vel þeim sem að stjórnvöld að þjóna. Og svo skreitaðu það bara með einhverjum kenningum og tala eins og þetta séu lögmál. Og þú sér að það var Kastljós í gær, Stefán Ólafsson og nú man ég ekki hvað hann heitir frá samtökum atvinnulífsins. Og hér er búið að vera að hrópað allt síðasta ára að laun og launakostnaður á Íslandi sé svo hæsti í Evrópu eða OECD eða heiminum bara leika við og kjarabætur hér séu það mestu og hæstu, þannig að þið geti ekki verið að kvarta og kjarabætur teknar frá botninum eftir 2008 þegar eftir að laun voru búin að halverast sem hafi hvergi annars þar í heiminum gerst svo mikil kjaraskerðing. Kjaraskerðingin eftir hrun hérna var gríðaleg. Já, og þú getur þá bætt kjör töluvert mikið prósentulega frá þeim lága botni en síðan að laun hér séu svo há sem er alveg rétt, en Stefán Ólafsson bara bendir á það í einfaldri skýringu með gögnum frá Evrópsku hagstofunni að teknu tilliti til verðlags að þá sé launakostnaður fyrirtæki hér bara mjög lágur. Við erum þar á milli Ítalíu og Spánar, við erum Suður Evrópu og þá er samt haldið áfram í einhverjum debatt þessar tölur en það er allt fólk sem hefur búið í öðru landi eða ég vil fara til útlanda veit að það er miklu dýrar að lifa á Íslandi en úti, þannig að launin hér eru miklu minni þó þau séu herri að nafnum til og ég meina, ég var og bókmenntahátíð fór í fjallgöngu með Allsýr bókaútgefanda sem býr í Sviss hann fekk alveg sjokk þegar ég þurfti að segja nú hvað húsnæðisvextinni hér væru. Verðbólgan þar er komin niður í 2,37%. Þeir eru alltaf á öðrum aukastaf hérna í Sviss og vextinni kannski hækka þá húsnæðislánunum úr 1,36 upp í 1,38% og eru reynda bundnir síðan í 10-20 ára. Ég meina, þar er dýrt að lifa en þar eru laun líka há en lífskostnaðurinn við alla föstu liðina við að búa þar og afgangurinn sem þú átt eftir að þú ert búin að borga alla nauðþurftinnar er á allt öðrum stað en hér. Ef við myndum reyna að greina það hvaða ógnir það eru sem að efnastjórnin ætti að miðast við, þá er það líklega húsnæðismarkaðurinn og hann er að versna.
Það er verðbólgan. Tækin ekki að bitna á henni. Lífskjara krísa þeirra sem að standa við sem að stjórnvöld ættu náttúrulega að hafa sérstakann áhuga á að það er annar veruleiki að komið þriðjungin af þjóðinni í sko afkomóta heldur þú sett með 20% eða eitthvað það er bara geti verið sko fúlustu hægri menn líta svo á að það sé bara sko ákveðin félagsleg ógn af því að hafa ójöfnuðin of mikinn það getur verið klókar að hafa minni þó að þeim sé alveg sami fólki sko það er ekkert verið að gera þarna getur talað meira sem að stjórnvöld ættu að vera með augun á en ekki með náttúrulega að hemja þessa túristabólu með gjaldtöku og að gera eitthvað að vita í loftslagsmálum. Já, og það ástæðan svo annars loftslagsmálina með því að ítundur túristabóluna þá munir það náttúrulega líka koma bara fjárhagslega í hausinn á okkur því að við þurfum að borga fyrir þetta. Heimurinn er gjörbreyttur í loftslagsmálum þegar það byrjaði undirbúið í COVID tafðist aðeins í COVID og tafðist aðeins út af stríðinu en það er verið að koma bara með seinni ár sko nýja tilskipun frá Evrópusambandinu reikningsskil fyrirtækja þar sem að þau þurfa að gera grein fyrir öllu kolefnisspori sínu þú veist og við getum reynt að fylgja Bretum í einhvað Brexit til að sleppa undan en við munum fá á okkur sko reglugerðir, ég meina og svo getum við ákveðið að hlýta þeim ekki eins og við gerum með hreint loft í Reykjavík og svona, stoppum ekki umferðin en sko, við gátum í COVID-inu gert rosalega drastískar aðgerðir en ástandið núna er þannig að það ætti að þurfa að vera að gera drastískar aðgerðir eins og þá, en það er bara Ég held að ræða sérstaklega loftslagsmálinu við hann Hjaltar Hafþórsson hérna eftir. Já, frábært. En það að láta túrismann þenjast út stjórnlaust, það líka getur verið skaði á bara svona samfélagsuppbygginguna. Þetta eru mikið af láglaunastörfum. Þetta er erfið atvinnugrein. Það er engin sem myndi sko, ef þú mættir velja atvinnugreinar, þá eru fæstir sem myndi benda túrismann sem svona góða stóð undir. Nei, sko, þetta er svona auðvitað er það gott að fá gjaldeyristekjur, auðvitað er það gott að hafa hagvöxt, en ef þú sleppir í stjórnlausu eða alveg eins og með fiskeldi, auðvitað er gott að fá einhverja atvinnuuppbyggingu út á landi í þorpunum, en ef þú sleppir í stjórnlausu þá fyllast firðirnir af skít eða þú yfirfyllir innviðina og okkur örf og fyrirtæki bara sópa til sín arðinum að þessu og skilja samfélagin eftir í rúst og ef að skattheimtun er ekki beitt ég meina, það er verið að nýta hana auðlindir og það er eins og við séum svo vön því að gefa auðlindirnar bara frá okkur saman hvort það er fiskikvotin eða vassaflið bara til þess að fá bústið af því að byggja eina virkjun og byggja eitt álver að það er svo gott þá geta einhverju verktakakeypt einhverja gröfur og einhverju fengi vinnu það er nú stemmingi líka að það er eiginlega tvöfalda virkjanir rafmagnsframleiðslu á Íslandi á næsta árum, það er eiginlega stefnaði stjórnlega líka þannig að sko þetta er ekki sjálfbært að haga sér svona í efnahagsstjórn Ok, en hvernig endar þetta? Hver er hættan? Er hættan á að við séum að sigla inn í eitthvað svona hrun? Er það að háir vextir og verðbólga muni grafa undan heilbrigði atvinnulífsins og það pompar? Er þetta hætta á fjármálahrunni? Er þetta hætta á bara lífskjarakrísan valdi ekki bara fólkin sem verður fyrir henni skaða heldur bara efnahagslífinu í heild? Hvað er það sem óttast? Okkur eftir svona óhress? Nei, ég er bara svo óhress að það sé ekki verið að bregðast við í tíma sé ekki verið að gera aðgerðir að því að það liggur svo augljóst fyrir að ástandið er grafalvarlegt þetta eiginlega minnir mig svolítið á þegar ég bjóð út í Svíþjóð vorið 2008 og þá voru bankar byrjar að falla forsíðumyndir af vanda íslensku bankana
en hér einhvern veginn virtist bara vera aðal áherslan á einhverja PR-kynningu og að komast í öryggisráðið. Núna bara einhver fókus á 2 milljarðar einhvern fund hér á landi. Þú veist, þegar hann væri hægt að halda hann á Zoom eða út í Strasbourg, en sko punktunum stjórnum þeir bara ekki með fókus á því sem þau eiga að vera að sinna. Nei, og svo þau bara vinka upp í stúku og hann ekki að horfa á boltan. Og eflaust bara síðan vilja mann bara skipta fjármálaráðherra í haust af því að þetta orðið svo erfitt. Ég sko held að sagan muni sína að þetta verði einhver versti tími í sögu Seðlabanka Íslands og ég held að sagan muni dæma núverandi fjármálaráðherra sem eitt versta fjármálaráðherra Íslandssögunar. Ef þetta heldur svona fram sem horfir og það verður ekki gripið í neina tauman eins þar og einhvern veginn bara öllu haldi áfram að sleppa öllu lausu í því að fjármagni sópi til sín því sem það vill og að neðsti þriðjungurinn verði bara látin taka skellinn og ég ætla ekki að spá því hvort eitthvað bresti eða mótmæli eða sko, ég get ekki séð það fyrir ég kann ekki þau fræði það kom út í félagsfræði og stjórnmálafræði en efnaðarslega er þetta alveg hræðilega óþægilegt þannig ég held ég ætli bara að fara að taka mig frí frá rauðaborðinu því ég nenni ekki að vera að segja sömu hlutir aftur og ég vona innilega hefur rátt fyrir mig og þetta bara en uppskriftin að þetta er ógeðstrykkur sem er búið að brugga hérna og þetta er miklu alvarlega ástand en manni virðist af umfyllun hér sko og það er sko það sem er verra núna okkur ég er svona sérstaklega súr kannski núna er að sko það er byrjuð að koma merki út í heimi að verðbólgan sé að minnka að því að orkuverðið er farið niður það er búið að vera að gera aðgerðir þar allt síðast ár og bregðast við og þú veist og þó að séu alveg líka verkföll og fólk vil fá kjara bætur en skilur það er þó tölurnar eru á mælarnir farnar að vísa rétt átt. Hér eru tölurnar farnar bara að vísa í öfuga átt og gliðnunin að verða meiri og verri og kannski fjöldin að aukast í þessum í byrjun voru að tala neðstu tíundina neðstu 10%, svo voru að tala neðsta fjórðungin nú voru að tala neðsta þriðjungin þú veist, þetta er ekki eðlilegt, þetta er ekki heilbrigt og þetta er ekki þetta getur ekki enda vel þegar öll merkin eru svona en hins vegar kemur þetta kannski ekki á óvart ef að kennslan í viðskiptahagfræði byggist á að breyta engu frá því sem að var og efnahagsstjórnunin frá þessum tveimur meginstöðum fjármálaráðuneytisins og Seðlabankans byggir bara á hugmyndum að svona sé þetta og þetta sé það sem við eigum að gera hækka vexti og þá muni verðbólgan koma niður að þá er ég ansið sættur að því verði haldið áfram ég veit ekki, síðast var farið upp í 18% ég veit ekki hvar mörkin liggja núna en sko á einhverjum tímapunkti þarf raunveruleikin að byrtast þér ef þú situr við þessa stjórn og þú færðan í andlitið raunveruleikan en já, þannig að en þetta stjórna þjóna hagsmunu þeirra sem að verði ekkert fyrir svona sérstökum skada geta alveg beðið af sér ykkur verðbólgu þeir fá alltaf verðtryggingu á fjármunina sína það er ekkert verið að þeir eru borga lága skatta miklu lægri en annars staðar hafa það bara fínt það er bara aðri sem eru að þjást og ef að við erum sko með þannig viðhorf við erum með það bæði í Seðlabankinn og fjármálaráðuneytið segja til dæmis við verkalýðshreyfinguna að hún verði bara að geta hófs hún verði bara að taka á sig þessa þjáningu þetta er ekki fólk sem er að þjást sem er að segja þetta þeir hafa það ágætt bæði Ásgeir og Bjarni Ben og allir sem að þeir þjóna það var bara fínt
og sko ég var á bókmenntahátíð svolítið helgina og það svona mjög góð leið til að halda svona hausnum hreinum ef maður lesa mikla hagfræði að lesa skáldsögur líka eða að fara á bókmenntahátíð og það var frábærir gestir mannþakklándi innflytjandi hún Dína sem var í Kiljunni gær meðal annars og fleiri frábæri en hvað ætlaði að segja já að sko, það var ein bók sem ég las sem var á bókmenntahátíðinu sem fjallar fíkn og hvernig við komum illa fram við fíkla og þá sem minna meira sín í samfélaginu og sko þessi bók lýsir því ótrúlega vel og ég var eiginlega þegar ég fór síðan aftur í að lesa hagfræðina sko að reyna að nota þetta sem greiningatól þessa bókmennta svo að þetta eru náttúrulega bara peningafíklar þeir sem að eiga peningana og hafa peningana og finnst þeir eiga skilið það sem þeir fengu í fyrra og þessi allt gott er þeim að þakka en allt slæmt er öðrum að kenna og síðan sko þetta manngildis viðhorf að þeir sem að lendu undir eða þeir sem að fara illa út úr þeim að kenna og við berum enga ábyrgð gagnvart því fólki það getur sjálfum sér kennt og það einhvern veginn eigið að bara skilið að hafa það svona skýtt eða drepast sko. Það getur bara eyðilagt þroska þeirra ef við ætlum að mýkja sársaukann sem að þau verða fyrir vegna glabræð mistaka sem að þau hafa sjálf gert það er bara sama á fjármálaráðherra er að segja hann vil ekki mýka sársaukann sem að hinni stæðu verða fyrir eins og það vinnur gegn verðbólgunni og líklega hugsa það sama að það bara það borgir sig að fólk finni fyrir fátæktinni annars rífur það sig upp úr henni og þetta er einhvers konar bilað samfélag sem er svona þetta er það og það, ég veit ekki hvernig á að laga það er til fullt af aðferðum að hagfræðliðinni sem væri hægt að grípa til bara, og það er ekki einu sinni langt síðan að við þurfum að revja upp þegar var hægt að gera alls konar hluti sem voru óhugsandi nokkrum misserum áður en það er eins og okkur hafi liðið svo illa í þessu faraldri að við viljum gleyma sko öllum efnaðarstækjunum líka sem voru gerðar að því þær hafi nú bara verið einu sinni og jafnvel kennir fólki sem á peningana þvíum að verðbólgan sé því það er mjög algeng skoðu núna það var dælt út og miklum peningum út í hætti við og þess vegna verðbólga já og þess vegna þurfum við að loka héraðsskjalasöfnum og menningarhúsum og láta hvað segir við þessi þetta er það sem að sko hægri hagfræðingarnir er að halda því fram núna að það sem kom í hausinn á ríkisvaldinu að hafa prentað mikið peningum í COVID til þess að vega upp tekjutapið bæði á almenningafyrirtækjum og þess vegna erum við verðbólgu já sko, það er peningamannskenningin peningarnir sem voru gerðir sem var reyndar ekkert mikið hér það var hvorki magnbundin í hlutun hér nýja sendt út það virkuðu henni sjálfvirku sveiflunaraflarar það kom smá halli á ríkissjóð það var peningur sem fór í að halda efnahagslífinu gangandi í svarthólinu þegar það var slökkt á öllu verðbólgan er ekki að koma núna 2-3 árum setna út af þeim peningum það sko lógikin í þeirri hugmynd er einhvern veginn alveg ég veit ekki hvernig ég á að ná að debattera hana sko það var hins vegar haldið áfram í útgjöldum sem að hluta til leitu til verðbólguna hún er ekki en það er það sem ég meina með fjármálaáætluninni í fyrra að ríkið hefði getað sko dregið úr alls konar útgjöldum sem var sleppt lausum í COVID og aðalega að ná jafnvægi með því að auka skattheimtuna, ná tilbaka upp í hallan en ekki að halda áfram með hallan eftir COVID, að því þau vöndust á það að geta það að því það er ekkert svarthól núna sem þarf að fylla, það er ekkert atvinnulíf stopp sem þarf að halda á lífi eða fólk sem er heima og þarf að fá hlutdeildarbætur, skilur. Það er vandinn að hluta til í verðbólgunni, síðan er
2/3 af henni með að við tölur frá Evrópu, ég býð eftir að fá tölur hérna sem verða líklega aldrei tekna saman 2/3 vegna hagnaðaraukninga fyrirtækjana sem við getum ekkit verið að kvart yfir að þau séu ljót að gera að því þau byggjast á hagnaði, þau vilja fá meiri hagnaði ef þau komast upp með að þau gera það en þar væri hægt að gera aðgerði til dæmis með skattlagningu á hagnað og hins vegar að stuðla að og íta undir samkeppni, draga úr fákeppni með sko miklu öflugri aðgerðum heldur en hefur sést hér en það vandi sem við búum við á þessari eyju en þú veist það er eiginlega þessir þættir í hérlendis íta undir meiri verðbólgu með að vera samtíð. Hins vegar voru þau með miklu meiri verðbólgu út af orkukrísunni sem við slupum við. En samt einhvern veginn tekst okkur ekki að við erum komin yfir verðbólguna í EES-svæðinu. Við vorum bara í sumar voru með það land í Evrópu sem hafði minnstu verðbólgu fyrir utan Sviss. Já, í örfá mánuði sko. Herðu, þú ert ekki bjartsýnn Ásgeir Brynjar? Nei, því miður. Ég bara, eins og ég segi, ég vona ég hafi ránt fyrir mér, en ég ansið hrættur Og þú ert að hóta því að kom ekki hérna við rauðaborðið og meðan svona svartsýnn. Það er ekkert gaman að vera hérna. Ég verið að ríkja við það, þá munum við ekki sjást hérna nokkur næstu ár, því að ég held að ástandið muni verið að varið lengi. Ég ætla ekki að Þannig ég treysti því að þú brjótir þetta loforð kom ekki fyrir að sjá þetta í sólar. Það er hérna, það getur mjög margt gerst en þetta eru ótrúlegir tímar sem við erum að lifa í efnahagslífinu, í heiminum og það er einhvern veginn alveg stórfurðulegt að það sé ekki meiri umræða hér á landi heldur en bara hérna við rauðaborðið á einstaklega öðrum stað. Herðu, takk ég kærlega fyrir Ásgeir Brynjar. Já, í lokin viljum við sýna viðtal sem að ég tók við Ragnar Þór Ingólfsson í þar síðustu viku, stuttu eftir að hann lýsti því yfir að hann vildi efna til mótmæla sem að einmitt verða núna á laugardaginn á Austurvelli klukkan 2. Í viðtalinu fer Ragnar yfir það hvers vegna vill mótmæla, hvers vegna aðrar aðferðir hafa ekki dugað eins og samningaviðræður, verkfallsbarátta hefðbundin sem hann hefur leitt inn í VR og hvers vegna hann telur að eina leiðin til þess að stjórnvöld stjórni í takt við vilja almennings sé að almenningur sé út á götunum og láti í sér heyra. Hlustum á viðtal við Ragnar Þór Ingólfsson, gjörðu svo vel. En við ætlum að byrja á Ragnar Þór Ingólfssoni, formanni VR, sem að hérna í síðustu viku boðaði við rauðaborðið mótmæli og mér langaði að fá þig til þess að ræða það aðeins betur. Hverju þú ætlar að mótmæla? Með hverjum ætlar að mótmæla? Hvar þú ætlar að mótmæla? Og hvers vegna? Já, sko við erum auðvitað bara að fara að mótmæla hrikalegri stöðu og forgangsröðun ríkisstjórnarinnar og við erum líka að fara að gera tilraun til þess að koma fólki í skilningum það að meira verður ekki gert og lengra verður ekki farið að hálfu ríkisstjórnarinnar í að koma heimilunum til hjálpar á þessum mjög erfiðu tímum þar sem að húsnæðiskostnaður hefur stökkbreyst, hvort sem að það sé á lánum eða leigu. Opinber gjöld hafa hækkað og munu hækka mun meira eins og framkemur til dæmis í nýri fjármálaáætlun og þar er margt athyglisvert eins og að helsta ógni við stöðuleika og verðbólgu séu kjarasamningar, komandi kjarasamningar. Þannig að fólki sé bara algjörlega ljóst að meira verið ekki gert, staðan áttur að versna og þetta er í rauninni bara þetta er eiginlega bara síðasta vígið. Það er bara rauninni fólkið í landinu. Þú veist, hvort að okkur takist að þrýsta á raunverulegar aðgerðir í húsnæðismálum, í heilbrigðiskerfinu,
Ég skrifaði nú status á Facebook þar sem ég fer svona aðeins yfir þetta. Ég kem víða við þar. Ég tala gamla fólkið okkar sem að deyja frá biðlistum. Fólk sem að þarf að sækja sér þjónustunir á bráðamáttöku og þarf að bíða þar klukkustundur saman. Algengur biðtími eftir þjónustu kannski 6-8 klukkustundir. Fólki látið síðan bíða á göngum spítalana innan örmagna heilbrigðisstarfsfólk sem búið að öskra sér rallust yfir neyðarópum yfir ástandinu og það eiginlega alveg sama hvað drepið niður í grunnþjónustu. Við sjáum uppsagnir á mikilvægu opinberu starfsfólki, til dæmis eins og hérna í Árborg, það sem verið að skera niður og þetta það sem að koma skal. Seðlabankinn að kalla á frekari aðhald og niðurskurð frá ríkinu og mun öllu líkindum hækka vexti töluvert mikið meira áður en þeir fara að standa í staðið að lækka. Þannig að staðan og bara að versna og ég hef nú setið svo marga fundi með stjórnvöldum. Ég hef bara ekki tölu á þeim þar sem ég setið á fundi með Sigurði Inga, Bjarna og Katrínu, hvað sem að það á vettvangi þjóðhagsráðs eða bara með þeim þremur og okkur í verkalýðshreyfingunni og þeim finnst þau vera að gera alveg óbóðslega margt fyrir fólki í landinu að leggja sér mikið fram. Þessi er búin að leysa vandan. Já, og þú veist þeirra búbla einhvern veginn svo lokuð að það næri ekkert í gegn. Þau heyra hvað við erum að segja en ég get alveg fullvissa fólki í landinu að ef að fólk sætti sig við þessa stöðu, þessa forgangsröðun, við erum með, þetta öðruvísi staðheldur að vera í hruninu, núna eru fyrirtækin að græða á tá og fingri, það var nú bara frétt í dag í viðskiptablaðinu, það sem nánast bara afkomu viðvörun í bankakerfinu, það sem svo mikil tilfærsla á fjármunum frá skuldsettum heimilum og fyrirtækjum yfir til bankana út af stýrivaxtahækkunum að vaxtatekjur bankana hafa eiginlega bara sjaldan eða aldrei verið meiri og bara aukast og muni aukast. Þetta tilfærsla á fjármunum. Sem afleiðing af stjórnvaldsaðgerð, hækkun vaxta. Það sem ákvörðun það að flytja peninga frá skuldurum til þeirra sem eiga peningana á bankana. Og ég var síðan að kynna mér úrræðin hjá bönkunum núna síðast í morgun. Þar eru bankarnir að bjóða svona neyðarlán, svona til þess að redda hlutunum. Þar eru verið að bjóða fólki lán á 11-15% vöxtum til alltaf að 6 ára. Og þar síðan lántökugjald upp á 3%. Þú veist, þetta er bara skipuleg glæpastarfsemi sem að eiga sér stað. Hér var verið að vígja hér glæsilega svona steinprýta glerhöll hérna niður í bæ fyrir gróða síðustu ára. Og þetta eins og það mér búið að vera misbúið lengi og ég búin að átta mig á því töluvert langan tíma að við munum ekki ná utan þennan vanda. Við erum að sjá fram á það, hér munu þúsundir heimila tvöfalda eða meira greiðslubyrði þegar að fastir vextir renna sitt skeið bæði núna í haust og byrjun næsta árs. Þúsundir. Og eina leiðin fyrir fólk til þess að bregðast við þessum stökkbreytta framfærslukostnaði að fara yfir í verðtryggðulánin og þeir sem hafa tekið námslán vita hvernig verðtryggða umhverfið þeir sem hafa verið með verðtryggðulán vita hversu að glæpa lán þetta eru og enda bönnuð í öllu siðmenntuðu ríkjum til neytenda og þetta bara einu vegferð sem komin af stað sem að endar í sjálfum sig bara með því að hér munum við enda í álíka eignaupptöku og við vorum að horfa hér á í eftirmálum hrunsins og þetta mun gerast með öðrum hætti heldur en gerist á. Af því að þú segir að þið hittið ríkisstjórnina, fórustu með ríkisstjórnarflokkana og svo heyra hvað þið segið en finna enga hvötja á sér til einhverja aðgerða. Getur þetta bent til þess að séu stundum þú kannast við það sagt 2 þjóðir í landinu að þau séu fórustu fólk fyrir fólk sem verður ekkert varfið, ég meina eitthvað hækkar og eitthvað svona en séu einhvern sérstökum vandamálum og þau munu ekkert bregðast við
nema þau heyri einhver skaðræðis hróp frá hinum helmingum sem að upplifa kjaraskerðinguna vegna verðbólgunnar og vaxtahækkananna. Er það sem út að segja að á meðan að stjórnvöld komast upp með það að bara tala við sitt bakland sem bara velstætt fólk að þá mun ekkert breytast, þannig að það er fólki sem að upplifir sársaukann af efnahagsástandinu að það verði að láta heyra í sér og vera út á götum hrópandi til þess að stjórnvöldin neyðist til að taka tilliti til þess hluta þjóðarinnar sem þau vilja ekki þjóna, heldur vilja fyrir að þjóna sér og sínum líkum. Er þetta? Já, en þú veist, þetta að vissulega rétt, en þessi hópur að stækka, hann fyrir stækkandi með hverju mánuðinum sem er í vandræðum. Sem er að lenda í vandræðum. Við verkalýðshreyfingunum við ráðum við svona almennar verðlagshækkanir, við ráðum við að gera kjarasamning til þess að ná utanum þann kostnaðarauka, en við náum ekki undir rauninni þetta glæpsamlega ástand sem að stjórnvöld og Seðlabanki bera ábyrgð á, það sem að við höfum fengið 11 stýrivaxtahækkanir í röð sem að hafa rauninni sjálf sér ekki gert, ekki slegið nokkuð skapaðan hluta á þessa verðbólgu sem að við höfum verið að horfa á. Hún er kerið áfram allt öðrum þáttum. Seðlabankin kemur alltaf bara með nýjar afsakanir og það er vel ljóst að Seðlabankin er bara með þessa stefnu að hér verði vextir ekki neikvæðir og það er bara þessi undirliggjandi stefna sem að hann kannski þorir ekki að segja beint framan í almenning og svo er bara svo margt í þessu. Þetta er ekki bara þessi hrikalega stefna sem stjórnvöld og Seðlabankin ber ábyrgð á að við sem foreldrar barna, þó kannski fólk hafi það svona þokkalega gott að eins og verið er að þrengja til dæmis á húsnæðismarkaðnum framkvæmda hliðinni með þess að við í Bjargi við erum að lenda í vandræðum vegna þess að hagkvæma fjármögnunin sem við áttum að fá frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun í gegnum samkomula við ríkið, hún er nánast orðið bara markaðsfjármögnun, þá að hætta að endurgreiða okkur virðisaukaskatt af framkvæmdum, það kostar okkur 12 skall fermeterinn og við erum að reyna að byggja hagkvæmt fyrir fátækasta eða tekjulegasta fólkið og þú veist þegar við ættum að vera að byggja svona helmingi meira heldur við hefum verið að gera á ári, síðustu ár á ári. Við höfum verið að byggja svona 3.000 íbúður, náðu því valla síðast ári, hættum að vera að byggja svona 4.500 íbúður ári, lágmark. Það var verið að þrengja þessu. Það er bara framkvæmda munu draga saman, stór byggingarsvæði munu ekki fara í almenna framkvæmd, eins og til dæmis í Keldnaholti, Blikastaðalandi og fleiri svæðum eftir fyrsta lagi 3 ár. Þannig að þetta á allt eftir að versna til mikill að muna. Þú veist, staðan mun bara versna og svo sjáum við bara alla innviðan okkar. Ég meina, þú veist, grunnskólanir og leikskólanir er allt meira og minna miklað eftir bara áralanga vanrækslu og svo erum við að horfa á það. Ég meina, ungt fólk fær ekki í dagvistum fyrir börnin, gamla fólkið er að deyja frá biðlistum, hér hafa ekki verið byggð hjúkrunarheimili eða byggt fyrir eldra fólkið árum saman, heldur bara að hafa þessi dvalarheimili sem að voru ágætt og hugmyndin í kringum það eru bara stórnir bara hjúkrunarheimili fyrir fárveikt fólk. Við erum að sjá fólk, gamalt fólk fara í Já, þú veist, og þetta er eiginlega bara allt kerfið, það er eiginlega sama hvar maður drepur niður að geðheilbrigðismálin til dæmis, úrræðaleysið, þetta er bara algjört og ég er löngum búin að fá nóg að þessu en ég held að það sé alveg klárlega hægt að það geta nánast allir með einhverjum hætti parað sig inn í vanrækslu stjórnvalda og þeirra stefnu sem að við ættum öll að geta sameinast að gangi ekki lengur og hingað bara, hér þurfi bara að segja stopp. Ég er að reyna að skilja samfélagið, það sem að formaður stærsta verkalýðsfélagsins kemur fram og segir, ég næ ekki meiru í samningum, nú verður fólk að koma út á götu til þess að þrýsta á stjórnvöldum að breyta stefnu sinni, ég næ ekki að hnika því til. Almenningur kýs þingmenn sem að mynda síðan ríkisstjórn og þú ert að lýsa
ríkisstjórn sem að í öllum málum vinnur gegn hugmyndum almennings uppbyggingu samfélagsins. Já, og rauninni þeir, sko, hverju lofuðu þessi sömu flokkar, ef við tökum bara Vinstri græn og Framsóknarflokkin, þar var Skjaldborg heilbrigðiskerfið og þar voru húsnæðismálin mjög framalega, Sjálfstæðarflokkur með þess að lofaði bót og betrun fyrir gamla fólkið, skerðingarnar og fleira. Þetta fólk þetta náttúrulega bara atvinnulegarar, stjórnmálamenn, sérstaklega þeir sem hafa leitt síðustu ríkisstjórn vegna þess að þau hafa komist til valda á forsöndu þess, talað inn í hjörtu kjósenda og ná einhvern veginn að gera það trekk í trekk og selja okkur það að þau séu raunverulega að vinna fyrir fólkið í landinu þegar þau eru það alls ekki og þvert á móti þau eru að vinna fyrir ríkasta minnihlutan og sérhagsmunaöflin vegna þess að það snýst allt það. Ég meina, sjá bara hvað að gerast. Ég meina, nú alltaf á yfirsnúning bæði forsætisráðuneytinu og innviðaráðuneytinu út af loftslagsgjöldum á flugfélögin, eða kolefnaskatti eða einhverjum gjöldum sem á að leggja á þau, sem áttur hefur áhrif á ferðaþjónustuna og rekstur þeirra. Þú dugði nú ekki til, tókst ekki að stoppa það? Nei, ég er að segja, þú veist, ef við tölum forgangsröðun, hér á að halda eitthvað heilmikið heilmikið leiðtogafund ársáttíð leiðtoga Evrópu og það verður kostað til þess fleiri milljarðar. Það verður að kaupa hellinga svörtum jakkafötum til þess að klæða lögguna í, þannig að líti út eins og leyniþjónustumenn frá Bandaríkjunum. Seðlabankinn er að innrétta fyrir fleiri milljarða og búin að gera það sig af og með að fólkið er sagt að halda sér höndum. Þetta er svona, já, það er eitthvað svona veruleika fyrra í gangi sem að ég held að fólk sé svona, þetta hlýtur að vera að fara þess inn í sálatetrið. Ég til dæmis þegar ég skrifaði statusum minn á Facebook, ég átti ekki vona á mjög miklu viðbröðum. Þú veist, ég er svona, var ekki viss að fólk væri bara hreinlega tilbúð í að láta sverfa til stáls, fara að mótmæla. En viðbröðin voru eiginlega miklu meiri heldur en mér óraði fyrir. Þú veist, bara á þessum status sem ég skrifaði, ég held ég að vera með 1700-1800 deilingar í morgun og deilingar og það er ekki það er deilingar. Já, það er alveg hellingur og ég veit svo sem ekki hversu víða þetta hefur farið. En síðan þegar ég var að, ég er búin að fara nokkrum sinnum í búð núna síðustu daga og og það er yfirlega kallað einhver staðar úr búðinni við mætum, eða ég mæti, þú veist, þetta er svona svolítið annað væp heldur en ég bjóst við og svona miklu, ég held bara að fólk sé bara búið að fá nóg að þessu meira nóg að þessu heldur en ég kannski reiknaði með. Ég átti jafnvel vona á því að við þyrftum að fara aðeins dýpra og aðeins lengra inn í svona kreppu almennings eða kreppu heimilana til þess að fólk væri tilbúið í þessu. Þú spurur okkur hvað er formaður stærsta verkalýðsfélags á landinu að búa til mótmæla, hvað er hreyfingin og hvað ég gera. Það er svo kerfin virki ekki. Nei, og verkalýðshreyfingin ekki heldur. Hún virkar ekki. Nei, sjálfsögðu ekki. Stjórnmálaflokkarnir og þingið virkar ekki. Lýðræðisvettvangur virkar ekki. Verkalýðshreyfingin, hún heldur hún geti farið bara í eitthvað kurteislegt samtal við stjórnvöld þar sem að við búum bara til eitthvað aðgerðapakka í 5 eða 10 eða 40 atriðum þar sem við bara komum okkur saman og þú veist, það verður sett húsaleigulög og það verður, við förum í verðtrygginguna, við setjum á vaxtaþak og við gerum þetta. Það er búið að lofa þér öllu þessu, það er ekkert að þessu gert. Akkurat, en það er búið að lofa þessu áður og það var bara gert 2019, allt svikið og þó svo að við fengjum einhvern aðgerðapakka að þá eru svona 99% líkur á því að það verði allt saman svikið eða útþynnt eða úrræðin útþynnt nægilega mikið til þess að verði algjörlega gagnslaus fyrir fólki í landinu. Og þetta er bara því miður staðreind að meira verður ekki gert. Mótmælin eru eitt. Þetta er bara fyrsti fasinn. Þú veist, ég bara, þegar ég var að horfa á fréttatíma sem var uppfullur af skipulagi kringu leiðtogafundin og fleiri fréttum sem að í sjálfu sér skipta
Já, svona afvegaleiða bara runni. Akkur eru ekki að tala um biðlistina á bráðamóttöku, akkur eru ekki að tala um sko örmagna heilbrigðisstarfsfólk, akkur eru ekki að tala um mennta bara stöðuna bara á leikskólunum og stöðuna í grunnskólunum, akkur eru ekki að tala um samfélag ykkur og hvað að. Þú veist, ég meina, jú, það kom frétt í Kveik húsnæði. Það var svolítið langt síðan að það hefði verið fjallað um það síðast. Já, það er langt síðan. Svo var Kastljós þarna fyrir svona 3 vikum sem fjallaði svolítið um leigumarkaðinn. Þá vorum við kannski búin með kannski síðustu 3-4 ár hjá Ríkisútvarpinu þennan málaflokk. Já, en við erum að horfa á síðan á fréttaflutningu alveg trekk hluti sem að sko, við eigum að vera að tala um sko, það sem skiptur okkur máli er samfélagið okkar og staðan og hvernig við höfum það og hvað þarf að gera til þess að breyta og gera það betra. Og þetta er bara ekkert, sko, það er ekkert að frétta neinstaðar, þú veist, þú ferir nú MBL eða Vísi eða eitthvað, það er bara ekkert fjallað um þessi mál. Og fólki þarf bara, við þurfum að finna nýja leiðir, ég meina við fórum til dæmis í, þegar við stofnum hagsmunasamtök heimilana, að þá vorum við að skoða sko greiðsluverkvöll og við vorum að skoða alls konar aðgerðir til þess að knýja á knýja bæði þrýsta bankana og stjórnvöld á úrræði. Í dag erum við í smá öðruvísi stöðu ef við tökum bara sko bankana, að þú getur ekki farið í vanskil, það er ekki hægt, það er ekki fræðilegu möguleiki. En svo ertu með fjármálaráðherra sem bendir á þetta og segir bara, hér er bara allt í góðu lagi, hér eru bara vanskil aldrei verið lægri. En þú getur ekki farið í vanskil ef það er eigið fé í húsnæði og fasteignaverðið hefur hækkað mjög mikið síðustu misseri þá hefur öll möguleg úrræði og ég var að fara yfir þessu úrræði aftur núna í dag. Þá getur bankinu upp eigið fé. Já. Þú sko ef þú hefur ekki efna á að borga óverðtryggða lánið þá getur þú farið í, ef þú varst á jöfnum afborgun þá getur þú farið í jafngreiðslulánið, ef þú hefur ekki efna á að borga af því þá getur endurfjármagnað á verðtryggðu. Síðan þegar búið að geta upp eigið fé og þú hefur ekki efna á að borga því að þá getur þú fengið fristingar á afborgunum 6-8 mánuði leikandi og þær fara beint ofan á höfustólinn með vöxtum og öllu og síðan getur þú tekið með alls konar lán í gangi, þeir eru búin að hækka sko yfirdrættar auka möguleikana yfirdráttarlánum og svo kallum eitthvað svona neyðar eða svona lánaformi sem ég var að skoða í dag sem er ég sagði hérna uppáðið þáttar 11-15% af vöxtum og 3% af láni. Yfirdráttarvextir eru bara konir í 16 held ég. Og yfirdráttarvextir eru hærri, þú veist, yfirdráttarvextir bankana hafa verið sko jafnháir og dráttarvextir. Já. Nema það að yfirdráttarvextir eru reiknaði mánaðarlega, þannig að þeir eru rauninni sko hærri, þú veist, það er hagstæðara að vera með sko skuld á dráttarvöxtum heldur en að vera með yfirdrátt í bönkunum. Þetta er sjálftakan og græðkin, hún bara, þú veist, þetta er algjörlega botlaust. Herðu, mér langar að skilja þetta. Við lifum í svokallari vestrænu lýðræðis samfélagi sem að margir trúa þessi besta samfélagi heimi með öfluga verkefnishreyfingu. En þú ert eiginlega að halda þig fram að þessi kerfi, ef að almenningur er ekki bara út á götunum að þrýsta á stjórnvöld, að þá vinni kerfin, hvort sem það er lýðræðiskerfið í tengslu við Alþingi og sveitarstjórnir, fyrir hinna betursettu, hinna bestsettu. Og ef að verkefnishreyfingin er ekki að bæta það upp. Er þetta ástand, hefur þetta alltaf verið svona, eða er þetta afleiðing af því að kannski ef við færum 50 ára aftur í tíman, 70 ára aftur í tíman, að þá voru stjórnmálaflokkarnir meiri grasrótarsamtök og almenningur hafði meiri áhrif á stjórnmálaflokkana heldur nýr í dag þegar eru yfirleitt flokkunum stýrt bara af fámennir í fórustu. Það er lítið grasrótarstarf í þessu, þó að Sjálfstæðisflokknum nái að fylla Laugardalshöllina á einni svona sinni árshátíð annað hvort ár, en þá er ekki svona, þetta er ekki sambærilegu flokkur það var þegar hverfis samtökin voru hvað öflugust út alla Reykjavík og síðan kjördæmar út all land. Og sama á við verkalýðshreyfinguna, hún var meiri grasrótarhreyfing heldur hún hefur orðið. Það eru mörg félög sem eru sáraselda með félagsfundi
og ég veit að fólk bæti það upp með því að gera kannanir meðal félagsmenn sinna, en það allt annað. Það ekki aðkoma að lýðræði að fá eitthvað spurningalista frá VFR til dæmis og svara því, ég er ekki þátttakandi í uppbyggingu VFR. En spurningin lýðræðiskerfið okkar, það virkar ekki nema almenningur sutt á götunum, því að annars fara þeir sem hafa völdin að þjóna þeim sem eru með völdin og eru með auðin. Og þetta hefur alltaf verið svona, eða hefur kerfunum okkar hnignað svona mikið að við getum ekki, að samfélagi mun ekki byggjast upp eftir kröfum meginþorra almennings nema að almenningur sé brot á götunum og hrópandi. Já, ég held að ef við tökum svona kannski stöðuna frá bankahruninu, þegar ég fór ásamt þúsundum niður á Austurvöll. Þar var verkalýðshreyfinguna hvergi að finna. Þar tóku stjórnmálin algjöra afstöðu með kröfuhöfum fellum bankana og fórnuðu bara almenningi og heimilónum með húð og hár. Upp úr þeirri grasrót þessari búsaldabyltingu var til borgarhreyfingin, voru til hagsmunasamtök heimilanna sem hafa verið mjög virk og flott samtök. Og þetta leiddi til ákveðna breytinga inn í verkalýðshreyfingunni. Hún varð róttækari og hún held ég að hafi náð meira sambandi við grasrótuna heldur hún hafi reynt að gera, vegna þess að það var búið að vera áralöng hnignun þar inni. Þú veist, það var ekki hægt að komast inn í stjórn hvorki VFR eða annarra félaga, vegna þess að stjórnirnar þær völdu sér fulltrúaráð. Þú veist, ég reyndi að komast inn í fulltrúaráð í VFR og ég þurfti að fara í svona viðtal við fór í viðtal hjá 2 stjórnarmönnum og þáverandi formanni. Þú veist, það bara spurja með svona spurninga. Og svo gangi frímúrarregluna. Já, bara hvaða erinda frá meðmæli frá fyrrum núverandi félagum. Já, og út frá þeim forsendum átti, þú veist, maður tekin inn eða ekki, skilur, og svo hefði það mitt hlutverk verið að kjósa síðan stjórn, sem þá ætti alveg bara sama fólki aftur og aftur. Típisk uppbygging til þess að verja völd núverandi valdhafa. Þetta höfum við náð að brjóta nokkuð vel upp með látum þó, ég inn í VFR og Sólveig Anna inn í Eflingu og Vilhjálmur Birgisson gerði það rauninni upp á Skaga með hallabyltingu þar á sínum tíma á undan okkur, en kerfi sem slíkt, þú veist, þetta verkalýðshreyfingin, Alþýðusamband Íslands og þú veist, þessi svona kultúrin að ræða við stjórnvöld og komast að einhverju niðurstöðu, þú veist, semjum eitthvað og síðan þegar á að efna þá að endur semja, þú veist, þú þarft alltaf að semja saman hlutin aftur og það, þú veist, þú semur segjum bara afnám verðtryggingar 10.000 skall og þú veist, og svo ætlar að fara að fá efndir á loforðið og það segir, þú veist, ef ekki hafa það 5 eða 4 og þetta endar einhverjum 2.000 skalli, þú veist, þetta verður niðurstaðan verður einhvern veginn gagnslaus. Það breytist ekkert í og varnarmúrin sem í kringum, þú veist, bara eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefur aktað okkur. Bjarni persónulega kom inn í samningana 2019 til þess að bara reyna að skera á þennan hnút og koma með eitthvað að borðinu, en hann náttúrulega sami legarinn og allir aðrir sem að við höfum verið að semja við, þú veist, og ég nota svona stór orð vegna þess að þetta bara svona, vegna þess að þetta svo áhugavert að vera svona miklu návíi við stjórnmálin eins og við erum að vinna með fólki sem að þú ert með fyrir fram að þig, sem að bæði algjörlega veruleika fyrir þeim vanda sem við stöndum fram fyrir og þú getur ekki treyst fyrir horn. Þú veist í hvaða stöðu ertu að semja við stjórnvöld einhverjar aðgerðir þegar eru 99% líkur að þau muni svíkja þig. Alveg sem þau gerir við kjósendur, þau koma ekki öðruvísi fram við verkalýðshreyfinguna heldur en kjósendur í þessu landi. Þú veist, þetta
og maður þarf bara að nota stór orð vegna þess að þetta bara svona og hvað hægt að gera allir bara að láta teimað á asnaýrónum skilurðu, þú veist á ég bara að taka þátt í þessum leik sem formaður stærsta stéttarfélagsins og segja bara herðu, já ef við förum bara í kjarasamninga og þú veist við gerum þetta eins og við höfum alltaf gert þetta við byrjum á þessum viðræðum, þær eru komnar í gang og við ræðum styttingu vinnuvikunnar í næsta mánuð og svo veikindaréttin og svo síðan komin í desember og svo allt komið í eitthvað lás í janúar þegar samninga fara að renna út og svo kemur febrúar og það allt í einhverju tómu stál í stál og kvöld og næturfundir. Mjög háskalegir tímar og erfitt að semja Já, mjög mikil óvissa og svoleiðis og mikil krafa á aðila vinnumarkaðins að gæta hófs. Seðlabankinn komin upp á tærnar og náttúrulega allir lobbyistar auðvaldsins og sérhagsmunafla og síðan kemur ríkið svona á loka metrónum með aðgerðapakka sem þeir setja á segjum bara 50-80 milljarða bara aðgerðapakka til þess að liðka fyrir kjarasamningum og við skrifum undir allir rosalega sáttir vitandi svona innst inn í hjarta sínu að það ekkert að marka þetta fólk og þessi samningur eða það sem verið að lofa ekki sko pappisins verði frekar en annað sem hefur komið frá þessu fólki og þá eiginlega bara kannski 20 í stöðunni, þú veist ámara að taka þátt í þessu og halla sér aftur, vera hluti að þessu leikriti sem háð ekki bara sko hálfu stjórnvalda heldur líka raunni af hálfu verkalýðshreyfingarinnar eða ámar einhvern veginn að koma bara, þú veist, svolítið hreint í dyrana gagnvart sko almenningi og mínu félagsfólki og bara fólkin í landinu og segja bara svona þetta og svona verður þetta ef að þið rísið ekki upp ef við getum ekki fundið aðrar aðferðir þú veist, ég veit að þú veist, það leysir ekkert máli að fara niður í bæ og mótmæla og fella ríkisstjórn, því að það kemur bara ný ríkisstjórn og hún gerir það nákvæmlega það sama þú veist, við þurfum að þú veist, það sem ég að reyna og mun reyna að segja, við erum ekki búin að móta þetta upp á sko punkt og prik en þetta í vinslu, það óbóðslega öflugur og flottur hópur á bakvið mig og með mér, ekki á bakvið, með mér í þessu og hann að stækka, þú veist, við ætlum að fá fleiri sko, þú veist, ég ætla að sækja inn í róttæka arm verkalýðshreyfingarinnar og þá ég að horfa líka til opinberu félagana, kennarana og heilbrigðisstarfsfólks og fleiri bara. Það óvanlega með hjúkrunarfræðingar komið ljós. Já, bara fá þau með. Einu atkvæði að myndi verða á jöfnu. Nákvæmlega, en þú veist, þetta mitt máli, þú veist, þurfum að virkja fólki og það, þú veist, ef að fólki trúir því að við getum náð betri eða meiri árangri með því að rísa upp og þá verðum við allavega að reyna vegna þess að hitt ekki að fara að ganga og meðan þurfum við líka að reyna að finna þú veist, fleiri leiðir, ég meina það þú veist, Guðmundur Hrafn hefur talað það að, þú veist, að það hefur gert áhlaup á leigufélögin með því að debonera greiðslur sko. Eins og hefur gert víða heim við þurfum ekki að finna upp hjólið við þurfum bara að finna upp nýjar aðferðir og fá fólki með okkur það sko, ef það tekst ekki þá okkur ekki við bjargandi Ragnar, segjum að ég sé Indriði og þú ert að hérna gera þessar kröfur á mig að ég fari út á götu og bjargi lýðveldinu af því að það sé í Tröldsöndum og ég segi En Ragnar minn, þú veist, ég kaus Katrínu, hún átt að sjá þetta þarna niður á þingi og ég í VFR og þú átt að sjá þetta. Þarf ég að gera þetta? Já, þetta mjög góð spurning vegna þess að sko, ég að reyna að fá fólki með mér, alveg rétt, en sko í kringum búsáhaldabyltinguna þá fór fólki niður og það kallaði á stjórnmálin, það var ákall á verkalýðshreyfinguna. Verkalýðshreyfingin bara lokaði að sér og fór bara í mínus sko og það fannst mér niðurlægjandi bæði fyrir verkalýðshreyfinguna og með sem greiðandi félag í verkalýðsfélag að horfa upp á þá stöðu að formenn stéttarfélagana þeir bara lokuðu sig af og þá var það öfugt og þá fer fólk út á götunar og óttastu sína afkomu og krefst breytinga og gerir kröfu á verkalýðshreyfingin eða stjórnmálafylgin. Núna kemur þú að sjálfsögðu. Sko, mér finnst það að vera mitt hlutverk að snúa þessu við vegna þess að verkalýðshreyfingin brást. Hún á ekki að bregðast núna. Auðvitað getum við getum leikið sama leikin aftur og aftur. Niðurstaðan verður eins. Hún verður svo sama að ætla að hún verði eitthvað öðruvísi en alltaf bara geðveiki og það er alltaf bara
Hverju svarar hann Indriða sem segir hvað á ég að gera þetta? Er það þannig í nútímann samfélagi að þú færði ekki gott samfélag nema þú sért bara vakandi í því að byggja gott samfélag? Ekkert frekar. Sko, þú veist, ég á ekki að þurfa að biðja fólk að koma. Ef að fólk finnur ekki hjá sér að það þurfi að hafa fyrir því að berjast fyrir breytingum, að þá mun bara staðan versna alveg þangað til að staðan verður orðið það slæma að það drífur fólk áfram. Það sem ég er einfaldlega að benda á, við getum brugðist við áður en að staðan verður það slæm og hún verður illviðráðanleg, hún mun versna. Við höfum hérna tækifæri að byrja að skerpa á okkur, boða til mótmæla, fara í frekara aðgerðir, sýna til dæmis alheiminum að staðan sé ekki öðruvísi hérna heldur víðast hvar á Norðurlöndunum í Evrópu og hér er bara framfærslu kreppa, mjög alvarlegt ástand og hér þurfi bara fólkið að rísa upp vegna þess að við erum ekki með lausa kjarasamninga. Við getum ekki farið í verkfall fyrir í janúar á næsta ári og hvað mun gerast fram að þeim tímapunkti. Þess vegna þurfum við að fara fram strax vegna þess að þeir sem er að borga 300 skall í leigu dag, leigan verður komin upp 30 skall, jafnvel meira eftir 12-13 mánuði. En ég ætla áfram að spyrja svo Indriði. Ég átsósaði valdi mínu með atkvæðagreiðslu mínu. Ég kaus Katrínu Jakobsdóttur, hún lofaði mig jöfnuði og ég kaus Ragnar sem formann VR, hann lofaði mér að berjast fyrir bættum kjörum mínum. Ég er búin að átsósa þessu, en svo núna kemur þú og segir að það dugi ekki, heldur verð ég að vera líka með potti minn og pönnuna eða kröfuspjaldi mitt eða. Það bara dugar ekkert minna til. Þannig að við munum ekki fá gott samfélagina nema að fjöldin sé virkur þáttakati. Þú getur ráðið einhvern eða kosið einhvern til þess að leiða stórt verkalýðsfélag, en hann er og verður aldrei sterkari en fólki sem er á bakvið hann og tilbúið að fylgja honum. Og það er rauninni bara okkar samningsstaða hjá samtökum, gagnvart samtökum atvinnulífsins, gagnvart stjórnvöldum, er fylkingin sem er tilbúin til þess að fylgja sér á bakvið okkur og þetta er ekki bara skuldbindingin í verkalýðsfélagi það þú þarft að vera tilbúin til þess að leggja niður störf og það er bara meira átt og mikil ákvörðun að fara í verkfall og leggja niður störf ef við náum ekki okkar fram. Þetta er miklu auðveldara að saminast einhverja svona grundvallar breytingar í okkar samfélagi með breiðfylkingu af fólki sem er tilbúin til þess að berjast fyrir þessu, ólíkum hópum. Og þetta er bara, þú veist, okkur berurinn samfélagslega skilda til þess og það er ótrúlegt, þú talaðir í byrjun þáttarinn sem það að þessu bara þeir sem hafa það skítt og eru í vandræðum. Þetta er ekki svo, ég meina við erum líka með fullt af fólki sem á börn sem er búið að úthýsa frá húsnæðismarkaði fyrir lífstíð. Þau sjá bara enga framtíð. Þau eru með börn í námi sem að sjá ekki framtíð hérna á Íslandi eða koma hérna heim vegna þess að þú veist fyrir að fyrst að fá ekki íbúð eða fá íbúð og þá bara, þú veist, þá er ekkert eftir. Skilur, þú veist, þetta er, staðan er bara, hún er orðin slæm en þú veist, stóra spurningin er hversu slæm verður hún ef við gerum ekkert? Já, ég meina, fyrir mér er þetta bara spurningum bara, þú veist, hversu mikil er þrælslund þjóðarinnar, hvað þurfum við að láta þetta ganga langt, þanga til að þetta springur svoleiðis í andlitið á stjórnmálunum að hér verða 7-8.000 manns niður á Austurvelli. Ég er tilbúin til þess að fara niður á Austurvelli, mér er alveg saman þá mæti 5. Þú veist, það skiptir mig meira máli að þú veist, að láta ekki kalla á mig niður eftir heldur frekar að vera til stað þá að mætingin, þú veist, þá er það bara allt í lagi, þú veist, þá er ég bara það niður frá að segja ég er tilbúin, við erum hérna við erum klár í slaginn en þið verður bara átt ykkur á því, það mun ekkert breytast ég er að segja ykkur ég er að lýsa fyrir ykkur minni upplifun og því sem við munum fá í hendurnar eða munum fá í hendurnar í kringum næstu kjarasamninga við náum einhver í kringum launaliðin en það mun eitthvað koma frá stjórnvöldum en það verður allt svikið. Ég ætla þegar þú sagðir að ég hefði sagt að það hefði verið fáir sem hefði að skýt ég var að draga upp mynd sem að gæti verið rök fyrir því að þess þríeykið í ríkisstjórninni væri lokað inn í þeim hluta þjóðarinnar sem hefði það gott og sæi ekki hinn. Ég hef nú verið frekar talsmaður á því að þessu miklu fleiri sem hafa það skýt í samfélaginu heldur að fólk almennt átt að segja á.
Já, ég held að... Við vilja halda að væri sko þriðjungur af þjóðinni sem hefði það skýtt, þriðjungur þar fyrir ofan sko þegar á leiðinni þangað, þegar getur lendar, minnstu áfell. Ég held að þetta hlut að sé að detta upp í helming. Ríkisstjórnin sannanlega í einum ríkisstjórn hins þriðjungsins, þannig sem svífur ofan á og náttúrulega mest að þjóna þeim sem Ég byrst afsökunar af þessu. Ég ætla ekki að leggja þér orðið í bergi. Tökum aftur á Indriða, nú hann búin að segja, já ég búin að fatta þetta, það mun ekkert breytast nema almenningur beiti þrýstingi. Við getum sendt Ragnar að semja við samtök atvinnulífsins, hann ekkert góðum samningnum nema þeir sem hann að semja við upplifið þá bakvið hann sé bara heil laugatashöll af óðum nautum sem að krafla í jarðveginn og tilbúin að berjast. Þannig það, ég skil þetta. En hins vegar, Ragnar, að síðast þegar ég fór með búsaldabyltingunni út á götu og krafðist þess og íslenska þjóðin stóð sér vel í því, þá að þú að segja að árangurinn hafa bara ekki verið sérstakur. Hvað ætlar að segja við Indriða þá? Sko árangurinn var umtalsverður í búsaldabyltingunni en það sem breyttist síðan á endanum var ansi lítið. Sko stjórnmálinn breyttu sér ekki. Nei. Þau höfðu sér eins. Það versnaði vel? Já, ég get algjörlega tekið undir það. Ég held að stjórnmálinn hafi versnað en það sem að sko búsaldabyltingi var stórkostlegt fyrirbrigði og var bara stórkostleg í eðlisinu en það sem að við þurfum að gera núna að þetta mun örugglega taka smá tíma að virkja fólkið það er svo margt sem að við getum lært af búsaldabyltingunni. Það er svo margt sem við getum lært, sem við getum gert betur. Við erum komið með fleiri verkfæri og við getum verið skipulagri. Ef að hreyfingin ber gæfu til þess að taka þátt í þessu með mér og fleira forystufólk úr hreyfingunni og jafnvel þessi hreyfingin komi að þessu með einhverjum hætti. Hreyfingin í merkingunni verkalýðshreyfingin. Þá erum við bara að tala svolítið aðra deild, myndi ég segja. Það er þú veist, en vandamáli kannski við verkalýðshreyfinguna er það, þú veist, ef hún kemur inn í þetta heildsinni, þá strax lendur í því að hún verður passív. Bara sá sem vil ganga skemst það er ólík sjónamið sem að leiðir að sér sko lægsta samnefnar og sem þekkir þetta allt sko. Þannig að ég er ekki viss að ég vilji fá sko hreyfinguna formlega að þessu en það er fullt að Þú ætlar ekki að stinga upp á þessu á aðeins í þinginu sem er... Nei, alls ekki, guðminn almáttugur. Nei, það ger ég ekki. En það er fullt að gríðarlega öfluga fólki innan hreyfingarinnar sem að getur komið að þessu og þú veist á forsendum grassrútarinnar. Ok, nú erum við Indriði farnir að skilja þetta. Það sem að þú ert að búa til mótmæla, þá er að sumlið þú ætlar að fara til mótmæli, en það sem er markmið þitt er að búa til einhvers konar baráttu tæki sem að getur staði fyrir svona, hvað við kallaða, stjórnmál götunar til þess að þrýsta stjórnvöld, til þess að verða afl sem að ýtir líka á forystu verkefnishreyfingarnar að þau sæki fram að fullu afli. Ég er að búa til Þannig þú ert ekki bara að búa til einn góð mótmæli heldur eftir til í að fara einhverja langa leið til þess að byggja upp alvöru skriðdreka. Þetta snýst að leiða saman öflugasta baráttufólk landsins, hvort sem að koma úr verkalýðshreyfingunni, koma úr félagasamtökum eins og leigjendum eða hagsmunasamtökum heimilana. Það er líka eitthvað stjórnmálafólki þarna úti sem er gríðarlega öflugt og ég geti séð í þessu. Þetta er bara að leiða saman okkar öflugasta fólk til þess að leiða fram einhverja baráttu sem að getur leitt okkur síðan í það að ná einhverjum árangri fyrir fólki í landinu vegna þess að hann er ekki að fara að nást í samtali við stjórnvöldi gegnum verkalýðshreyfinguna. Það hlýtur að blasa við öllum. Nú segir við að Indriði sé að hlusta og hann segir ég vil taka þátt. Hvernig gerir hann það? Er það svona eins og að þegar þú sóttur í fulltrúaráðum í vaffer? Hann kemur í viðtal við okkur og svo já nei Indriði minn, þú verður aftast Nei, sko, við sjálfsir erum búin að við erum búin að vera undirbúið þetta í svolítinn tíma og þetta er svona búið að vera svolítið spurning momentið og og það mun ekkert fara á milli mála þegar þetta byrjar, hvert á að mæta, hvað á að gera hver nálgunum verður og
Það getur verið hættur að býða alltaf til rétta mómentinu. VG alltaf að býða til rétta mómentinu hvenær að vera til sverja til stálskak og tjáttálunum. Það aldrei nógu stort. Nei, mómentu hefur komið. Þú veist, það þetta við erum að fara að gera þetta. Þú veist, við erum ekki að fara að býða til mómentinu. Þú veist, við höfum rætt þetta í tölverðan tíma. Ég og nokkur í félagi mínir og að hér þyrfti bara að búa til mótmála. Þannig að þessi staða hefur blasað við tölvöld lengi. En sem sagt, það var ekki fyrir einhvern megin ég fekk einhvern megin svona hroll yfir löngum fréttatíma þennan blessaða leiðtogafund og ég hendi einhverju færslu á Facebook en við vorum búin að undirbúa þetta í lengri tíma þó værum ekki komið með tímasetningu og ég hugsaði bara með mér, þetta ekki bara besta tímasetningin? Ég veit nákvæmlega hvernig Katrín og Bjarni og fleiri ráðherra munu tala inn í ráðherrahópin að hér sé bara mikill friður á vinnumarkaði, hér allir búið að ganga frá kjarasamningum, hér bara allt í blússandi fínu standi og allt í góðu lagi og munu bara Hæstu laun í heimi, jafnréttisparadís og jafnasta samfélagi heimi og ég velti fyrir mér, þú veist, það ef að leyfa þessu fólki að komast upp með það að hafa í sjálfu sér refsað almenningi svona grimmilega með aðgerðaleysi á öllum sviðum, grunnþjónustunnar, afkomunar, húsnæðismarkaðurinn á sama tíma verða að hygla auðstéttinni og sérhagsmunaöflunum sem að hafa fengið algjörlega frítt spil og sjaldan skilað betri ákomu að þetta ekki við getum ekki sem þjóð látið niðurlægja okkur með þeim hætti að leyfa stjórnmálum að komast upp með það að tala með þeim hætti inn í þennan leiðtogafund að hér hafa þau svo sannarlega tekið til hendinni fyrir fólki í landinu sem að náttúrulega eins mikil mótsögn og hugsa skettur. Þú ert eiginlega búið til fundar þegar leiðtogafundurinn Já, við náttúrulega erum bara það svipað var gert í G7 mótmálunum sent á síðustöld. Það sem að ég að segja að ég skrifa í Facebook-færslunum minni dagskrá auglýst síðar við erum að taka þetta saman við erum búin að teikna þetta svona nokkuð gróflega upp hvernig dagskráin verður þetta náttúrulega tíma sem að fólk kannski í vinnu en þetta mun ekki fara fram hjá neinum síðan bara spurning bara hver mætingi verður og ég bara treysti því að allt gott fólk sem hefur vott af róttækni og þykir vænt okkar samfélag og vil gera því gagn að það láti sjá sig ég allavega viðbrögðin sem ég fengið þau hafa verið eiginlega bara alveg ótrúleg ég átti ekki von á þessu en það oft þannig að þú stundum ef maður hefur tilfinningu fyrir einhverju að það ámæra að vera duglegri að deila með öðrum þetta eins og til dæmis þegar ég bauð mig fram til formanns VR 2017 þú veist ég var með enga stuðning innan stjórnarinnar það var ekki hljómgrunni fyrir mína skoðanir hvorkin að naðis í eða stjórnar VR og maður hugsa auðvitað með sér þú veist það ég sem eitthvað rugglaður eða þú veist ég ekki að lesa salin eða aðstæður og þannig að þú veist ég hendi þessu framboði bara þú veist á þeim tíma það kannar hvort þú væri klikkaður eða ekki nei ég var ekkert þess að kannar hvort þú væri klikkaður ég vildi fyrir ekki bara láta kjósa mig út ég segi það hvort að þú læstir þetta svona að vera á þú veist ég velti því oft fyrir mér en þú veist mitt framboð var á þeim tíma vantraust á forystu Alþýðusambandsins og verkalýðshreyfinguna í heild sinni og ég var bara stór sigur þannig að það voru þá aðrir sem voru að lesa salin með öðrum hætti heldur en ég á þeim tíma og ég var mjög jaðarsettur innan hreyfingarnar á þeim tíma og það ennþá og mér finnst allavega að viðbröðunum að dæma ég spái því að það verði fleiri en 5 á þessum mótmælum Já, við sjáum til að fáum að fylgjast með því hérna við rauðaborðið en bara því að það ekki næsta 50 dag sem að verður sett þing Alþýðusambandsins, það ekki 50. föstudag? Jú, 50. Hefur þið væntingar til þess að það þing verði árangursríkt og bóði breytta tíma í Alþýðusambandinu? Já, það var eiginlega bara komið ljós
Ég get ekki til dæmis, þó að sé svona stutt í þing, ég get ekki spáð eins og það hvort að Alþýðusambandið verði með hlutverk í næstu kjarasamningum eða ekki eftir þingið. Þingin alltaf mun sko segja mikið til hvort það verði möguleiki eða ekki, hvort það verði eitthvað hlutverk fyrir Alþýðusambandið. Þú veist, það stéttarfélögin alltaf að gefa Alþýðusambandinu það hlutverk og það vald sem við viljum. Og það bara, já, ég er svona mátulega bjartsýnn með að það hafi hlutverk en síðan aftur, já, skiptir þetta kannski ekki eins miklu máli sem margir halda, hvort Alþýðusambandi verði í virku hlutverk í næstu kjarasamningum eða ekki. Ég held að sko mitt mat á stöðunni er það að baráttan fyrir kerfisbreytingum, hún verður ekki háð á pólitískum vettvangi Alþýðusambandsins og stjórnvalda. Hún verður bara háð á göttunni. Já, mótmælin innan fárra vikna eru mikilvægari heldur en aðeins í þingið. Ég meina, Alþýðusambandið eða það sem er framundan í kjarasamningunum, það er að segja, þú veist, það er kerfisbreytingar sem við viljum fá að hendi stjórnvalda og það er aðgerðir. Við munum ekki ná, þú veist, við náum engu í gegnum þetta samtal. Þú veist, þetta er fullreynt. Þessi fólki ekki treystandi, það þarf að þrýsta því upp í vegg með öðrum hætti og það gerum við bara með róttækari aðgerðum heldur en við erum að gera í verkalýðshreyfingunni en hafa virkað áður, en við þurfum bara að læra af því sem að betur hefði mátt fara í kringum búsáhaldabyltinguna. Ef að fólki ekki tilbúið í þetta, þá skulum við bara spenna beltin og búa okkur undir það versta vegna þess að staðan áttur að versna. Heilbrigðisþjónustan áttur að versna, biðlistar eftir að lengjast, framkvæmdir á húsnæði munu draga saman, leiga mun hækka, lánin munu hækka ennþá meira. Veist, þetta er bara það sem er að fara að gerast og þetta er bara því miður. Það er leiðilegt að segja það, þetta er bara í höndunum á fólkinu. Gott að heyra það. Ragnar, kæra þakkir, sjáumst í mótmælunum og við snúum okkur að næsta máli hér við rauðaborðið eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is, þar er hnappur sem segir skráning.